Ég vil bjóða ykkur velkomin á ráðstefnuna okkar hjá Mentor, það er tími fyrir árangur. Sem hluti af íslenska mentorteyminu ákvað ég að taka mér það hlutverk í dag að vera ráðstefnustjóri. Grunnskólar í Íslandi er á hraðri vegferð og hefur innleiðing á breyttu námsmati og nýrri nálgun verið þyngri en við var að búast. Sumir ákvað að bíða, sjá hvort þetta myndi ekki bara breytast tilbaka með nýjum menntamálaráðherra. En það er ekki hægt að treysta það til að stoppa stutt við. Á meðan aðrir fóru á fulla ferð áfram. Við myndum að meta það þannig að allir skólar eru að sigla í rétta átt. Þó eru nokkrir sem eiga eitthvað í land. En þetta hefur allt tekið sinn tíma, blóð, svita og tár og auðvitað 162 mínútur á viku í B-hluta. Við ráðgjafarnir í Mentor höfum við forréttindi að hitta kennara og stjórnendur alls staðar að og fáum að upplifa að vera hluti af mörgum skólum víðs vegar um landið. Þegar ég byrjaði hjá Mentor get ég sagt ykkur að það var ákveðin skólastjóri sem hringdi. Hann skellti á mig að ég var nýja manneskja og hringdi svo beint í GSM símann hjá Andreu. Þannig að stundum má segja að samband okkar við skólana sé eins og ágætt hjónaband. Flesta daga hamingjuríkt, suma daga algjörlega óþolandi, aðra daga jaðrar við skilnaði, en þá bara gerist eitthvað stórkostlegt og hamingjudagarnir verða fleiri. Við getum verið virkilega stolt af íslensku skólafólki, kennurum sem hafa virkilega metnað fyrir kennslu og að innleiða hæfninám í skólanum. Nota tæknina til að hjálpa sér áfram. Nota tæknina til að miðla til foreldra og nemenda. Það að fara úr því að 9 ára barni fái 7 í stærðfræði, hvað sem það þýðir svo, í að ég sem foreldri geti vitað nákvæmlega hvað hún stendur í hverju einasta viðmiði, hverju atriði. Þetta er bylting. Það er stórkostlegt að fá tækifæri til að halda ráðstefnu með ykkur í dag, allan hóp af fólki sem einbeittan áhuga á menntamálum og framtíðinni. Við munum fara hérna nokkur erindi og hér má sjá dagskrána og við erum spennt að byrja. Þannig að fyrstur á svið, það er hann Tryggvi, gjörðu svo vel. Ég lít á það svolítið sem mitt hlutverk hér í dag að vekja spurningar frekar en að svara og helst að skapa smá ónota tilfinningu hjá okkur og svo að segja stinga af og vera í búin. En sem betur fyrir þá held ég að ég nái aftur þetta áður við erum búin þannig að við náum kannski að ræða þetta frekar. Og það sem ég ætla að tala um þetta er alls ekki fyrsta skipti sem ég tala um þetta kannski í Héralandinu í annars staðar í ræðu eða riti og það er það sem við kallum gagnaukin veruleiki sem er kallað á ensku augmented reality og hefur verið þýtt á ýmsan hátt á íslensku en ég hef kosið að kalla þetta gagnaukin veruleiki og hefur ýmsar ástæður fyrir því út af því að ég held að þetta sé sú tækni sem að í rauninni kemur til með að hafa mestu áhrif á samfélag okkar og þar með talið skólastarf í komandi framtíð. Og ástæðan fyrir því er bara einfaldlega að það er aðalega tvennt. Annars vegar að gagnaukin veruleiki gjörbreytir sambandi okkar við umhverfið okkar og umheiminn og hvernig við vinnum með umhverfið. Og í öðru lagi að þá er þetta í rauninni ákveðin tækniþróun sem að nýtir allt það sem að verið að þróa allt í kringum.
að það sem við köllum gagnaukinn veruleika, að það ekki bara einhver ein tækni, heldur þetta það sem þetta möguleiki sem opnast þegar við förum að nýta snjallsíma, gagnasambönd, myndavélar og alla þá skynjara og tækni sem í snjallsímum þegar við notum þetta saman, þá þetta möguleiki sem opnast. Og mér finnst tímabært og fannst eiginlega tímabært fyrir ekki minna en 4 eða 5 árum að við þurfum að ræða þetta mikilli alvöru. Hvað við ætlum að gera við þessa tækni? Út af því að þetta eitthvað sem gjörsamlega óumflýjanlegt, þetta mun finna sér leið inn í okkar skólastarf og á meðan við vitum að þetta eitthvað sem að fara að gera. Þá ætlum við nú að vera að ræða þetta kannski að meiri alvöru heldur en hefur verið. Þannig að bara akkurri mér finnst ástæða til að ræða þetta, að eins og ég segi, þetta svona ákveðin tækniþróun sem í rauninni sýgur allt í sig. Og tækniþróun að verða svo ör að á meðan við höldum áfram að bíða með þessa umræðu, að þá fleygir tæknin ennþá lengra í rauninni frá okkur og verður alltaf stærra og stærra verkefni fyrir okkur að taka þetta inn í okkar veruleika. Eins og ég segi að mér finnst þetta svolítið merkileg tækni að þessu leyti að þetta breytir svo sambandi okkar við umhverfið. Og það eiginlega þetta að það sem við köllum umhverfið, og ég fer aðeins betur í þetta á eftir, það sem við erum að kalla umhverfið okkar í dag, að það í rauninni samsett af þessum físíska veruleika sem við búum í. Það bara atóminn og mólekúlin og allt það, og ýmislegt sem að tækin okkur í rauninni færa okkur. Að þetta okkar heimsmynd í dag, þetta okkar sýn á umhverfið. Og þannig að þessi skil á milli hvað raunverulegt, innan gæsalappa, og hvað stafrænt, búið til í tölvum, að þessi skilur að verða mjög óljós og verða ennþá óljósari. Og þegar að þessi tækni nær verulega flugi, þá getum við gert ráð fyrir að nemendur okkar innan 10 ára að hvernig þau upplifa veruleikann sinn verður svo gjörólíkt því sem við upplifum. Og það vill svo til að það var frétt sem ég rakst á vísi.is í morgun það að nú hægt að kaupa hér á Íslandi í rauninni svona kannski mest þróuðu svona gagnaukin veruleikar gleraugu sem til í dag sem heita Microsoft HoloLens. Og við fáum að sjá kannski aðeins hvað þessi gleraugu gera á eftir, og svo geta allir sem eiga $3.000 þeir ódýrustu útgáfuna hlaupa út í búð og keypt sér. Hvað gagnaukin veruleiki? Gagnaukin veruleiki aðalega sem sagt þegar við erum að tala við tökum eitthvað stafrænt, eitthvað sem byggt á gögnum úr tölvum og við vörpum því á físíska umhverfið. Þannig að ég gæti til dæmis, ef ég væri með búnað fyrir svona gagnaukin veruleika, að þá gæti ég ákveðið að ég ætla að fara í leik þar sem geimverur sem að frjótast í gegnum þennan vegg hérna og ég þarf að skjóta þær á þær drepa. Og þá ég að upplifa umhverfið sem í kringum mig, en það bætist við þetta sem stafrænt. Þannig að það sameinast í eina heild og það það sem í rauninni merkilegt með þetta. Og þegar við förum að hugsa þetta, sýndarveruleiki í rauninni bara einfalt og ómerkilegt. Þannig séð því að það ekkert mál að taka einn veruleika og skipta út fyrir öðrum, en að fara virkilega að breyta þeim veruleika sem við erum að upplifa hverju sinni. Það allt annað. Það allt annað. Og þessi gögn sem við erum að vinna með í þessu, þetta geta verið þess konar gögn. Og við getum bara að nota þessi gögn til að búa til einhvers konar yfirlag sem að segja okkur eitthvað meira okkar umhverfi.
Eins og ég segi, ég held að það er margir sem segja að við sem ennþá að bíða eftir þessum gagnaukna veruleika og ég held að það sé svolítið misskilningur. Ég held að við höfum í rauninni verið komin í þetta fyrir löngu og þetta byrjaði af alvöru með snjallsímanum. Að þá strax vorum við farin að gera ýmsa hluti sem að er svona frum gagnaukinn veruleiki og besta dæmið þetta er Google Maps. Og ég vil hugsa okkur þannig að sem sagt fyrir segjum 10 árum og við fórum kannski til einhverju borgar út í heimi sem við höfum aldrei verið í áður og okkur langar til að finna kaffihús. Og við þurfum að lappa þann til við reykjum svo kaffihús. Síðan kemur þessi tækni og allt í einu get ég bara tekið upp símann þar sem ég og þó að ég sjái ekki kaffihúsið, þá veit ég að það þarna í næstu götunni og ég get bara að fara þarna. Þannig að við höfum í rauninni víkkað svolítið út hvað við erum meðvituð mikið af umhverfinu okkar án þess að þurfa að upplifa það með svona okkar lífrænu aumu skynfærum. Þannig að þetta það sem ég myndi kalla fyrsta stigs gagnaukinn veruleiki. Og þetta höfum við verið með eins og ég segi, þetta komin allavega hátt í 10 ár síðan að við fengum Google Maps. Annars stigs veruleiki og þetta aftur eitthvað sem að margir þekkja og þá erum við að nota og þetta hefur oft verið einhvern svona bækur sem að QR-kóðar í bókunum og horfir á þetta í gegnum símann og allt í einu lifnar eitthvað við á síðunni og þú sér risaeðlu dansa á borðinu þínu eða eitthvað svoleiðis og þetta hefur verið notað í skólum og þetta það sem ég vil kalla annars stigs gagnaukinn veruleika. Og þarna við í rauninni bara að auka svolítið notagildi ákveðinna hluta með því að sameina þetta stafræna og hefðbundinn hlut. Þannig að þið sjáu þetta vissulega þrívítt módel af, þið ekki notað geimkirkjan? Að þetta segir okkur töluvert meira heldur en tvívíð mynd og við erum farið að skoða þetta frá ýmsum sjónarhornum og þess vegna. Ég hef oft viljað einmitt segja að þetta sé eiginlega svo umhverfið að byrja að upplýsa okkur sig sjálft. Og það ýmis öpp sem að það eitt íslenskt app sem að heitir Hringsjá minni mig. Þekkið það einhver? Já, að þá hægt að horfa bara í gegnum símann á sjóndeildarhringinn og appið segir hvaða fjöll þú ert að sjá. Og svo sem sagt getur bara snúið og þetta típískur gagnaukinn veruleiki og típískur annars stigs gagnaukinn veruleiki. Og eins og ég segi, þetta eiginlega umhverfið byrja að segja okkur frá sig sjálfum. Og það öll í þróun sem að hún fara út í skó og mynda laufblað og tré og þá fær það að vita hvaða tré þetta Og allt þetta í rauninni byrjað að svona ákveðnar áskoranir fyrir okkur í menntageiranum í sambandi við þetta að ef að umhverfið upplýsir okkur sig sjálft þá ekki svolítið óþarfið fyrir okkur að eyða miklum tíma í að kenna fólki þetta? Þetta það sem við eigum að vera að gera í skólum. Þannig að þarna strax getum við farið að endurhugsa svona einhver hluti að kannski tíma okkar betur varið í eitthvað annað. Svo komum við að þriðja stigs gagnauknum veruleika og þá við komin í þessi gleru eins og þessi Microsoft HoloLens sem allir sem eiga $3.000 þess að hlaupa út og kaupa. Ég á eftir $3.000 þannig ég á $6.000 þannig að kaupa hann mér í leiðin. Og þá þetta sem sagt þetta gleraugur og þið sjáu það kannski ekki alveg nógu vel að maðurinn í þetta fremst hann með svona gleraugur sem að þú horfir á umhverfið í kringum þig í gegnum þessi gleraugur og þá varpast ýmislegt bara í umhverfið sem að ég þá stafrænt. Og þarna opnast ansi margir möguleikar.
að við getum í rauninni farið að gjörbreyta umhverfinu okkar bara með því að skipta forrit. Og til dæmis þetta á svona að vera að sýna okkur að þetta hús og þetta sem á borðinu, þetta allt bara stafrænt. Og þessi gleru, þessi HoloLens gleru, að þau eru þannig að þau búa til þrívítt módel af rýminu sem að notandinn er í, þannig að það veit hvað hlutir eru langt í burtu, glerun vita ef eitthvað er bak við eitthvað annað og notar öll þessi glögg til að varpa þessu stafræna inn í sjónsviðið og laga umhverfið. Þannig að þegar þetta er komið, og ég meina þannig séð, þetta er tækni sem er til í dag og það er hægt að fara út í búð og kaupa hana og hún er bara svo dýr. En þegar við getum bara farið að skipta umhverfi á þennan hátt, bara með því að keyra upp eitthvað nýtt af. Og við getum bara sagt, akkurat núna, ég nenni ekki að vera í einhverjum fyrirlestrasal, ég er að fara að kafa ofan í sjó og skoða fiska. Og ég get bara breytt allt og allt í einu fyrir öll fiskar og ég skemmt mér. En þetta er í rauninni það sem ég held að ég séum svolítið að horfa fram á. Að unga fólki okkar í dag, að það á eftir að upplifa þetta að það sem við köllum einhvern veruleika, að það er eitthvað sem þú skiptir bara eins og þú skiptir sokka. Það er bara ef að þér líst ekkert á umhverfið þitt eins og það er, það bara keyra upp annað. Og það á eftir að vera fara í og úr mismundi veruleikar eiga eftir að vera til ákveðin að nota og þetta eins og ég segja, þetta er allt eitthvað sem er fullkomlega fyrirsjáanlegt. Að þetta á ekkert að koma okkur á óvart þegar eftir 10 ár að það þykir sjálfsagt að allir okkar nemendur séu með einhver einföld gleraugu, jafnvel bara linsur sem að gera þennan möguleika. Og þá er stóra spurning, hvað ætlum við að gera í skólastarfi fyrir þessa nemendur? Hvað ætlum við að kenna þeim? Hvernig ætlum við að kenna þeim? Ég lofa að sýna ykkur, ég held að ég hafi tíma fyrir örstutt myndband þegar ég gjör að hljóða á tölvunni. Ég myndi að tjekka því. Og now imagine using this type of capture technology to connect with family members who are thousands of miles away. And that's exactly what we're going to do. Það að segja bara að hann er sem sagt með þessi gleraugu og þetta eru þessi Microsoft HoloLens gleraugu sem hann heldur á og eftir að setja upp. Og það sem að við sjáum á skjánum á eftir hvernig hann er að upplifa umhverfið sitt í gegnum þessi gleraugu. Demonstrate to you right now. My daughter is stood in a similar capture rig somewhere else in our lab. And she's going to holoport into my space and I'm going to interact with her wearing my HoloLens. Hi Bob, I miss you. Hey Lily, I miss you too. You come home. I'm coming home very soon. Let me get out of your way. Hey Lillian, you can only hear me, you can't see me, but what are these toys? I have toys to show you. This one is named Elmo. Elmo? He can sing. He can sing, wow. And what about the other one? The other one is called Tina, and I like it because it has different stuff. That's so cool. So Lilia, can you climb up on this chair that's behind you? Yeah, climb up. Be very careful. Now I'm going to count to 3 and I want you to jump. 1, 2, 3, jump! That was so cool. Og þetta sem sagt, eins og ég segja við, sem sagt í aðalmyndinni þá erum við svolítið að upplifa þennan veruleika sem hann er í
og síðan hérna þessi stelpa, hún einhvers staðar annað í þessu húsi, en hann sér hana eins og hún þarna í þessum veruleika hans. Þannig að þetta er tæknin sem verið að þróa í dag og til, eins og ég segi, ég farið út og keypti þetta og farið að leika ykkur með stafnum svipaðan hátt. Og þá þetta þessi spurning, ég meina, hvað getum við gert með þessari tækni? Hvaða möguleikar eru fyrir hendi? Og hvernig í rauninni eigum við að skilja veruleikan nemendanna og hvað þeir þurfa að læra til þess að fungera í þessum margbreytilegu veröld sem þeir eru komin í. Hvað eru margir hérna sem að trúa að drekar séu raunverulega til? Enginn. Horfði einhver á sjónvarpsþáttinn sem var eftir fréttir í RÚV í gær? Já. Þarna sáum við í rauninni dæmi það að ég held að við séum öll saman á því að drekar eru eitthvað til. En það eru hundruð, ef ekki milljónir, 100.000 manns heim allan sem að eyða heilmiklum tíma í að berjast við dreka. Og jafnvel að fá borgað fyrir það. Þannig að, ok, drekar eru ekki til, en þeir eru vissulega partur af veruleika margs fólks. Og það margt fólk, til dæmis hérna í gegnum íslensk fyrirtæki sem að eyða heilmiklum tíma í að berjast einhvers staðar út í geimi og byggja upp einhver hagkerfi þar. Þetta er sá veruleiki í rauninni sem okkar unga fólk að fara að alast upp. Þannig að þá það þessi stóru spurning. Hvernig eigum við að hugsa þetta í tengslum við menntun? Hvað eigum við að gera? Og ég hef svona verið að gæla svolítið við þessar pælingar. Hvernig hugsa við menntun í tengslum við svona breytingar? Og það sem að mér svona dettur helst í hug er að við þurfum að horfa til þess að fólk þarf að vera að geta í rauninni nýtt sér alla þá veruleika sem að hefur aðgang að til einhvers. Og þetta er í rauninni, þetta er markmið náms. Að þetta unga fólk okkar í dag, að þegar það er komið lengra og allir eru komið með þessi gleraugu, að þetta sé ekki bara einhver skógur sem allir kýnast í, heldur að þeir geti virkilega fundið eitthvað gagn í þessum margbreytileika og gert eitthvað gott og gert eitthvað sem að lætur þannig að þeim líður vel. Og það sem ég held að snúist helst að það er þetta að geta virkjað margs konar veruleika. Og þegar ég tala þá að virkja veruleika, þá ég að tala að geta nýtt sér þá möguleika sem eitthvað nýr veruleiki býður upp á. Og þetta er rauninni svolítið svona að þarna ég að horfa á og reyna að lýsa hvernig þessi tækni breytir sambandi okkar við umhverfið. Og við getum til dæmis fundið okkur inn í einhvern veruleika sem við skiljum ekki og sem við getum ekki gert neitt í. Við höfum ekki það sem að þarf til að virkja þennan veruleika. Einfalt dæmi sem að gerist alltaf í dag, ég eyði einhvern svolítið tíma út í Bandaríkjunum, fór skóladag og bandarískur og margar línuðar og þeir dýrka allir hafnabolta. Ég skil ekki hafnabolta. Og þegar hafnaboltaleikur er á skjánum, á sjónvarpsskjánum, þá eru alls konar, það verið að sýna okkur alls konar gott sem eiga einhvern veginn að dýrka okkar innlifun og þetta er svo gjörsamlega merkingarlaust fyrir. Ég veit ekki hvað þetta þýðir. Þetta er ekki virkjanlegur veruleiki fyrir mér. En það er eitthvað sem ég get lært. Ég get lært að skilja hvað er gangið þarna og þá fyrir þetta virkað eins og á að gera. Og þá veit ég, þetta er hraðinn af boltanum og eitthvað fyrir þetta. Það verður bara alveg nýr leikur og allt í einu verður hann spennandi. Þetta er spennandi. Mér finnst fótboltaleik sérlega spennandi heldur. En
En þetta er dæmi sem við sjáum í dag, þar sem ég verið að nota alls konar gögn til þess að búa til einhver veruleika sem á að upplýsa okkur allan fjandann. En ef við höfum ekki lágmarksþekkingu til að virkja þennan veruleika, þá er bara ekki. Þannig að hvernig tökum við þetta inn í menntun og inn í skólanum? Og ég held að við getum hugsað þetta með virkjanlegan veruleika út frá tvennu. Og að annars vegar að það er sem sagt hvernig við uppgötvum nýja veruleika og hvernig við lærum að nýta okkur nýja veruleika. Og hins vegar er það að skapa nýja veruleika. Og ég held að þetta sé í rauninni mesta tækifæri fyrir okkur í skólastarfi og sérstaklega meðan að þessi tækni eins ný og núna. Ef við getum fengið til að gefa skólanum $40,000 gleraugu, að fara að hugsa ekki að leika á alltaf nefnum að bara leika sem þetta. Og búa til nýja veruleika og sjá hvað þetta og fá svolítið einsýning hvernig þetta fungerar. Og ég held að satt að segja að þetta eru ákveðnir hlutir sem við getum byrjað að prófa við síðan ekki nefnir. Að það sem við höfum til dæmis í rauninni að við getum gert ráð fyrir að flestir hafi aðgang að sem sagt tækni, að það er hægt að nýta hann og þá sérstaklega snjallsíma. Og ég prófaði þetta þegar ég fór fyrst svona að pæla í þessum gagnaukna veruleika og það var þegar ég fékk fyrsta snjallsíma minn og það er 10 ár síðan. Og þá var það eitt sumar að við vorum að spá í ég og dóttur mín hvað hún ætlaði að gera sumarið og þá fékk hún hugmynd eftir við byggum þá á stúdentagörðum í Bandaríkjunum. Það var mjög stórt svæði og ég hef alltaf lýst þessu þannig að það var einn stór leikvöllur með nokkrum svona blokkum hér og þar. Og fólk bjóðum. Og það voru leiksvæði þarna út allt og þá datt dóttur mín í hug að kortleggja öll leiksvæði þarna, alla leikvellina. Og þetta vatt svolítið upp á sig og endanum að þá var þetta orðið þannig að hún ætlaði að safna upplýsingum og skrá alla leikvellina, hvað þeir bjóða upp á, hvað börnum þeir henta sérstaklega og síðan ætlaði að setja þetta allt á netið og gera þetta aðgengilegt að þeim. Og við gerum þetta. Og þetta í rauninni fól þá í sér að dóttir mín hún mældi upp alla leikvellina og athugaði út hvað efni er þetta, það er rennibraut úr plasti, fær straum af henni, lýrur leikvellur og við settum þetta allt á netið. Þannig að, og settum allt í kerfi sem að hér fá Wikitút og þá gæti í rauninni hver sem var að labba þarna framhjá ef þeir voru að leita að leikvelli að þeir gátt farið þangað og sér hvers konar leikvellir eru. Og í gegnum þetta ferli að þá lærði dóttur mín svo mikið. Eins og ég segi, hún var að mæla og skrá upplýsingar og alls konar. Þannig að ég held að það séu þarna alls konar möguleikar sem að hægt er að nýta sér. Og bara, hvað væri einfalt hægt að gera í dag. Til dæmis Google Maps, að það er hægt að búa til yfirlag. Að hver sem til búið til í rauninni eigin útgáfu af Google Maps og sett þau gögn inn í það sem að þeir vilja. Og þá er í rauninni eins og ég segi þetta svona, ef þetta er fyrsta stigs gagnaukin veruleiki, að þá eru þau þarna byrjuð að búa til sín eigin veruleika og þetta er svolítið svipað á það sem að dóttur mín var að gera. Að setja í rauninni hennar upplifun á allan þessum leikvöllum inn á opinvega og gera aðgengilegt öðrum. Eins og þið sjáum ég á falið geimskip. Svona kveikjur, það er margir sem að þekkja þetta app og rasma og ég veit að margir í skólum hafa verið að nota þetta að þá er hægt fyrir hvern sem í rauninni að fara og búa til svona kveikjur hvar sem að ef það eru
í gegnum snjalltæki með réttu appi, þá lifnar þetta við og allt í einu færðu hvað sem hver vill setja þarna inn og það er risaðilega fyrir framan það líka Buckingham Palace, ég veit það ekki, eitthvað svoleiðis. Og síðan eru allt eins og það sem ég nefndi áðan Wikicode og líka Google Field Trip. Ég veit ekki hversu opið Google Field Trip lengur. En þar hægt að setja inn upplýsingar sem að fólk hefur þá aðgang að þegar það að fara eitthvað svæði. Ég veit ekki, Google Field Trip hefur aldrei náð mikilli útbreiðslu, mjög finnst það snilldara að þú fer bara á einhvern stað sem þú aldrei komið á og sagt ég hef áhuga á styttum og söfnum og svo bara í hvert stytti sem þú nálægt einhver styttu og nálægt einhver söfnum þá bara fara að tækni getur á og láta það leita þessu. Og allavega eins og var og ég efast ekki að það séu öll sem að myndu gera og klikka að gera þetta í dag að þá hægt að búa til þinn eigin leiðangur og í rauninni að setja inn það sem að þér finnst áhugavert í umhverfinu. Það þarf ekki að vera eitthvað satt, það er bara að já, þarna besti rólóðan á Hortnafirði. Þannig að, eins og ég segja að það ýmsir möguleikar og ýmislegt sem við byrjaði að gera í dag sem að í rauninni auðvelda okkur svolítið að nýta þessa tækni til fulls og ég held sérstaklega ef maður hugsar svona alls konar samtækni að þarna tækifæri eins og ég segi þegar dóttir mín fórum í þetta einfalda verkefni að setja leikvellina á netið að þá allt í einu varum búin að læra alls konar hluti sem að enginn bjóst við. Það út af því að þetta hluti sem þú þarft að vita til að gera þetta. Þannig að þetta hentar vel í alls konar samtækningu og þemabundinum og kallað fenóbul eins og það sem að Finnar eru að gera í dag. Og eins og ég segi, þetta byggir svo mikið á sambandi einstaklings við umhverfið. Þannig að þetta svona í rauninni leið svolítið til að styrkja tengsl umhverfis og skóla og ýmislegt sem að hægt að gera. Ég held að ég sé langt yfir og ég 2 mínútur. Þannig að svona rétt bara í lokin að ég farið svolítið hratt yfir og þeir sem að hafa áhuga á þessu að eins og ég segi, ég búin að vera svolítið að bulska í þessu í minnst kost 4-5-6 ár núna og skrifa heilan helling sem ég fundið á vefnum, mest á ensku en það þetta og sérstaklega þessi tækniþróun held ég að hún undirstrikar svolítið fyrir okkur hvað mikilvægt fyrir skólafólk að vera meðvitað tækniþróun. Bara almennt og að geta svolítið að horfa fram í tímum. Ég held að allt of oft að þá erum við svona í skólaumhverfinu, við erum uppteknir af alls konar hlutum, þannig að við bara bíðum eftir að tæknin komið með þetta í hendur. Þá getum við farið að hugsa hvað við að gera við þetta. En ég held að við verðum að hugsa að vera meira framtíð og hugsa svolítið horfa til framtíðarinnar og eins og ég kannski verið helst að reyna að sýna að ef að við kynnum okkur þetta vel, ef við áttum okkur hvað að gerast að þá getum við alveg byrjað að laga okkar kennsluhætti að framtíð, að fyrirsjáanlegri framtíð. Og það engin undarleg og mystísk spámennska í þessu. Þetta allt saman bara byggt á því sem við sjáum að gerast í kringum. Einhverjar spurningar, ekki allt of margar spurningar, eins og ég segi, mjög hlutverk. Bara skilja ykkur eftir svolítið hangandi í loftinu. Engar spurningar. Já. Hún hefði verið 7-8 ára, annarkvort. Já. Og við fórum og við keyptum svona sett fyrir hann, hún var með svona tösku og þar var allt svona, hún þurfti mælistand og teiknistöff og allt saman. Og svo kom hún alltaf heim og döppaði öllum gögnunum í símann.
Þá ætlum ég bara að en ég kem aftur eftir svona klukkutíma eða svo ef ykkur hefur dottið eitthvað í hluta. Næst kemur hún Bryndís og hún ætlar að segja okkur bara nýjungunum í mentor. Mjög ánægilegt að sjá hvað það tók mæting í dag. Það er eitthvað annað heldur en á framboðsfundi sem var fyrir kosningar daginn. Þá mættu við mjög áhugasamlega við Vilborg og það var svolítið kátt. En auðvitað mjög margt gott sem að frambjóðandi hafi komið að færa okkur og við vorum að hreina þetta ganga vel og allt ganga eftir sem þessu sögum fyrir varðandi menntafólk. Það sem ég ætla að renna yfir með ykkur eru nokkrar nýjungar sem hafa verið að koma inn í kerfið. Og það er bæði hlutaði að koma í loftið og annað sem bara á fullu í smíðum og væntanlegt þá núna það er væntanlega í desemberútgáfu hvað við og Gunnum. Það er stjórinn okkar með útgáfunum. Þannig að það er bara mjög spennandi að sjá hvað er að koma. Og til þess að byrja með þá ætla ég að fara með ykkur inn á hæfnikort. Það er þetta kort sem að skólar hafa verið á fullu að vinna og gengið ótrúlega vel. Það eru skólar sem eru búin að setja upp námskrá fyrir hverja grein fyrir sig í hverjum árgangi og setja það inn í kerfið. Þannig að þá voru ekki lengur að varðstíðast aðnámskrá fyrir að taka sína eigin námskrá og setja hana í loftið og eru þá með þannig að birta og viðmið í hverju grein fyrir sig og þetta er þá aðgengilegt bæði nemendum, foreldrum og kennurum og ég er mjög heilluð af þessu. Bæði sem kennari það finnst mér að vera akkurat tóli sem ég þarf að hafa fyrir fram á veg til að sjá að hverju er að stefna í hverju sinni og sem foreldri þá held ég að þetta sé alveg bara hugljóm algjör að vita hvað barnið mitt á að stefna hverju sinni. En hér er ég bara að sýna ykkur dæmi og segjum mig hér séum mig kennara sem er að horfa á hæfnikort hjá ákveðnum nemenda og þið þekkið þetta örugglega mörg hver þetta viðmót að hér er ég bara með ákveðna grein og ég er með nemenda í 4. bekk og smátt og smátt hefur kennari verið að gefa hérna fyrir. Hann tekur bara að það er eitthvað viðmið og hann gefur sína einhvern fyrir. Það sem er komið inn núna er þessi samantekt og með því að smella hana þá er ég að fá samantekt á því hvernig nemandinn stendur. Það skiptir ekki máli þó ég sé ekki búin að þessu. Það er eitthvað að tekka á þessu á hvaða tíma skólaársins sem er. En ég er að horfa á þennan nemanda og núna til dæmis er ég búin að meta 85% af viðmiðunum sem að þessi nemandi er að stefna í vetur. Og hér sé ég hver heildin er. Hann er með 2 þjónustuskarandi, hann er með 56% að sé búin að ná þessari hæfni. Þannig að hér erum við að fá algjöra heild yfir allt saman. Og þetta hjálpar þá vonandi kennarunum til þess að gefa heildareinkunnina í lokin. Auðvitað breytast viðmiðin, þau eru ég get gefið eina einkunn núna á hausti og svo hættar nemendum áfram, ég gefa honum aftur einkunn. Þannig að þetta er að detta bara eins smátt og smátt yfir veturinn og hér sé ég hvern flokk fyrir sig. Sjálfsagt, í hverju grein fyrir sig. Það er mjög svolítið að greina það inn í alltaf marga kafla. Og þetta
sjöngdóma og ég ætla að sýna ykkur hérna bara það sem kemur síðan í framhaldinu. Það þessi hérna skýrsla sem sýnir mér þá yfirleitt yfir alla greinina. Þannig getur maður kallað fram hana, eða hann Jón eins og ég með hér og tekið hvernig einstaklega fyrir hverju grein fyrir sig. Þetta alveg tilvalið fyrir því bara umsjónarkennarinn að fá svolítið svona yfirsýn yfir það hvað nemandinn staður. Og þetta kemur síðan líka fyrir matsviðni. Nú er ég rauninni bara að sýna ykkur metanefnir. Matsviðnin verða að koma fram með sama hætti. En þá eru þau sett cirka svona, þetta nú þá mynd hér að sýna ykkur. Það sem að ég sé hvað nemandinn er komið með mörg A, hvað hann er komið mörg B, hvað hann sé. Þessa spurningu fengum við mjög oft þegar við vorum að fara af stað og sýna hvernig námsmatið er á 10. bekk. Þá kom alltaf spurningin, já, hvað er svo meðaltalið af ABCD? Og það er alltaf þetta við vitum það ekki, en það eru viðmiðin mismunandi, þau eru misveigamikil, þannig að það er rauninni bara kennarinn einn og sér sem getur metið það hver endanlega einhvern eftir því hvað hann hefur verið í vægi á hverju viðmið fyrir sig. En þetta getur allavega hjálpað honum góða leið að taka á niðurstöðu, endanlega niðurstöðu fyrir einhvern veginn. Þetta sem þetta ekki komið, ekki þessi skýrsla, en hún er að koma. Þá langar við að sýna ykkur sjálfsmatið sem er ekki komið en væntanlegt. Og það gengur þá bara út á það að eins og við höfum alltaf verið að sýna ykkur að þó að við séum ákveðið hægifólk og ákveðum viðmið sem allir stefna að í veturinn og þá er flestir kennarar að setja þetta inn í ákveðnar notur. Vinna kannski með 4 notur yfir veturinn þess að þeir eru búin að deila viðmönnum niður á sitthvort tímabilið. Þá gæti hann líka tekið hér er ég bara búin að kalla fram, opna inn á notu og kalla fram ákveðin viðmið. Að þá kemur þessi hnappur hérna uppi að við getum sett sjálfsmat fyrir neðanstúk í gangi. Mjög einföld aðgerð og verður bara hérna lítið mál fyrir ykkur að fara að prófa þegar það kemur í loftið. Ég hugsaði þetta líka og tók hérna eina mynd þar sem að ég var að gæla við að þetta myndi kannski leysa svolítið frammistöðumatið af hólmi sem er í gamla hlutunum. Að þá varum við kannski bara búin að setja inn námskrá sem að innihéldi spurningar varðandi líðan og hvernig nemanum gengur. Þá setti ég bara hérna, ég tek fyrir greinarnar og svo bjóði ég til nokkrar spurningar fyrir neðan. Allt þetta klassíska, hvernig líður í tímum, hvernig ertu í íþróttum og allt þetta. Og þá var nemandinn með þennan möguleika að geta svarað hverju fyrir sig. Og það mun þá birtast, nú fer ég inn á svæði nemanda, og sýna ykkur það. Þetta viðmót þekkið þið, þetta er rauninni bara akkurat viðmóti sem að nemendur og foreldrar sjá þegar þeir skrá sig inn. Að þá kemur það þannig inn í námsmatið sem er gráa flísinn til hægri. Þá sjáum við að þar birtist líka þessi sjálfsmatshnappur og nemandinn bara smellir á það og þá sjáum við þessa alltaf greina þar sem lengst til vinstri og það er náttúrulega mismunandi hvort það sé í hvað greina það er, en hér í þessari stærðfræði er ég með flipa hérna uppi sem fyrir sjálfsmat og þá getur nemandinn smelt á það og þessi litli drengur á að vera dæmi nemanda, þannig að ef ég smelli á byrja að nefna það, þá bara, hann hefur sömu valmöguleika á kennarinn, veist hvort það er grænt, gult eða rautt eða framúrskarandi og síðan getur hann alltaf smellt hérna fyrir ofan stendur fyrir sína mann kennara. Ef að kennarinn er búinn að meta þá getur hann skoða það líka. Já, þetta er að sýna ykkur þegar hann smellir á. Hann fær þessa hnappa, sömu hnappa á kennarinn, getur skrifað umsögn, velur hægnin á og staðfestur og svo getur hann smellt á að sína mann kennarans. Og þá séum við hvort þau séu nokkuð sammála eða hver staðan er á því.
Þá ætlum ég að hoppa aftur yfir í kerfið því það er komið í gagnið. Það eru viðmiðin. Nú bara fer ég inn í eina af námslotunum mínum. Ég er að kenna stærðfræði og ég er búin að setja inn fullt af viðmiðum og ég er búin að setja inn verkefni. Og þið þekkið þetta væntanlega, þannig að nú fer ég bara inn í námsmatið. Og þetta ætti að vera kunnulegt. Hér gátu þið séð bara þetta tákn hérna sýndi öll viðmið sem voru í nótunni. Ég get stökkt á því og kveikt á verkefnunum eða haft bæði kveikt á. Og þetta finnst mér rosalega flott vinnubröð hjá kennurum þegar þeir eru farin að vinna þannig að þeir eru með ákveðin viðmið sem skólinn er búinn að setja upp og það á að vera þetta sem við erum að kenna í 4. bekk í stærðfræði. Svo fyrir kennarinn að grúska í því hvaða verkefni hann ætlar að setja inn og bara þessi hugsun að setja verkefni inn eða vilja setja verkefni inn og tengja það við viðmið finnst mér bara að bera vott mjög flott vinnubröð, fagleg vinnubröð. Og þetta gera kennarar alveg í gríðarverk, við erum búin að sjá það og þess vegna var mjög gott og gaman að geta bætt þessu möguleika við að þegar að kennari er búinn að fara í þessa vinnu og vill fara að meta þá hefur hann kost á því að smella á þennan flippa hérna verkefni, velja eitthvað af verkefnunum sínum og þá færa hann yfirleitt yfir þetta verkefni sem er hægt að vinna og þetta eru viðmiðin sem ég sagði að veru tengd í. Þetta hjálpar kennarunum náttúrulega ótrúlega mikið líka að þegar hann er að gera fyrir, af hverju gaf hann fyrir? Jú, því hann á með verkefni á bakvið sem hann nefnir gekk vel í og þá skilar það sér í viðmiðin. Þannig ef ég bara ger hérna fyrir að hann hafi náð þessu, að þá get ég bara með góðri samvisku sett það líka á viðmiðin hér þessi kjúi. Já. Það er ekki upp á takkinu uppi sína fyrir mat. Nei. Ég er í bara líka demogögnum. Þannig að ég er kannski ekki að sjá alveg. Það er ekki okkur. Nei. Fyrra matið er í þessum hellaflipa. Er það ekki að þetta sjá sömu? Já, ég sé hann ekki hér. Ég sé hann þegar ég fer í... Nei. En ef þú ferð og kíkir á hvert verkefni fyrir sig, þá getur þú skoðað söguna á hvert viðmið fyrir sig. Þá getur þú skoðað söguna. Já, þegar það er byrjað að koma saman og ferðu bara að setja í verkefni og hún að gefa fyrir viðbúinlega endurvinni í verkefni 1 og þú vilja aftur að endurvinni í verkefni 2 og kemur það tómt. Já, það kemur tómt. Þannig að við getum ekki í það að sjá fyrir að Nei, þú getur það. Það er rétt. Þú gæti verið með mismunandi verkefni á bakvið. Viðmiðið er kannski svolítið opið og þú gæti verið með 2, 3, 4 ólík verkefni bara á bakvið. Þannig að það kemur tómt og það er ekki nú skoðið viðmiðið sjálft sem þú skoðar söguna. Og þá þarfst að taka ákvörðun hvort verkefni var áhrifa veigameira eða svoleiðis. Já. Þannig að þarna komum við að þessari einingu sem vonandi að nýtast ykkur vel. Það var allavega margir sem biðu okkur þessu. Þá er það bara eitt enn sem ég ætla að sýna ykkur. Þá þarf að reynir á bækina. Það er allir sem er að fara að koma. Sem við erum svo sem ekki alveg komin að niðurstöðu hvað sem skynsamlegast að kalla. Þetta er allt sem stýrir því hvernig við tökum myndir á símann eða á spjaldtölvuna og getum á einfaldan hátt fært það yfir í kerfinu. Þannig
fyrir en okkur grunar og fyrst erum við bara með það á já, eins og við láttum það í þennan síma. En já, fyrst kemur þetta sem bara á iPhone og svo kemur það fyrir Android símana. En þetta virkar þá þannig að ég sæki mér þetta app sem kennari og bý mig til iPhone og hér er ég komin inn sem Alma kennari, smella það, slæ inn kóðan minn og færi það inn. Svo bara tek ég mynd á salnum. Ég gæti þess að verið bara í einhverju flottri ferð með krakkana einhvers staðar og bara ekki netsambandi og búin að taka kannski fullt af myndum og mikið af myndböndum og svona. Þannig að ég kannski býð með að hlaða þessu inn því ég er komin heim eða inn í kennslustofu. Þegar ég er komin að því þá bara fer ég að hlaða upp og það ger ég. Þetta er náttúrulega mjög flókið hjá mér en eitthvað veist að taka tíma hjá mér núna. Það var að gefa okkur síma Er ekki að því komið spjaldtölur? Er ekki frekar? Nei. Þetta er kannski eins og maður sér fyrir sér að það eru spjaldtölur til í skólanum og maður reynir að grípa tölvuna með sér þegar það er eitthvað sérstakt í gangi til þess að ná einhverju svona auðvitað. Hér er ég búin að gæti ég bara haka við alla myndirna sem ég vildi taka inn, segi bara done og þá spyr hún biður mig að setja eitthvað heiti og það. Svo ger ég einhverja umsögn og ok, hún veit að ég setja einhverja námsgrein á þetta, ég get það, og fara áfram og þá er það spurningin að velja annarkvort bekkin, bara þetta var 5. bekkur sem ég var með í þessari ferð eða voru það bara nokkrir nemendur sem ég vil að þessi mynd fari á og þá bara næsta. Og þá var þetta farið inn í námsmöppuna hjá krökkunum, þessum 2 krökkum sem ég var að fara í. Já. Ég hef getið að velja margar og bara allan bekkin. Þarna get ég verið að velja með kannski einstaklingurinn og bara inn í hans möppu. Og þau hugsið námsmappan, ég er ekkert viss um allir skólar sem ég er búin að opna fyrir hann. En það er mappa sem þið getur verið að geyma gögn fyrir hvern og einn nemanda fyrir sig, eins og vitið sem skiptir með þessu. Gjör svo vel. Og maður myndir það hvernig gæðum inn. Ég veit ekki, betur já. Og geta það fóru frá tekið myndir og séu að þú kynna. Fólk að tekið myndir? Nei, þetta er fyrir kennarann að taka myndir. Það er ekki inn í vökkunum hjá mér? Já. Þeir bara hlaðið niður og sér geta sett í. Getur kennarann sett þetta bara í sér möppu og sér á þeir og velja út í síma? Inn í þessu sem hann er þetta fer fyrst bara inn í síman. Já. Þannig að ég reikna með að það sé hægt að hafa það þannig að hann búi sér til ákveðnar möppur og síðan sé það bara hans val hvort hann færi það til á eitthvað svæði, hugsanlega svæði skólans, bara það sem allar myndir eru geimtar, eða hvort hann ræður því alveg hvernig hann færi þetta yfir. Það er komið í síman, það er komið í spjaldtöluna og hvort hann vinnur þar síðan áfram með það, setur við möppur þar eða færi það inn á annars svæði, það ætti ekki að vera neitt á. Það er ekki þannig að hún getur ekki í námsmöppur. Nei. Já. En þá er bara hver skóli er með ákveðna gagnahýsingu hjá mentor og þið eru Er það á sjóveik? Ég var að tjekka hverju voru vækandi. Að þið, já, en þá er ekki komið neitt stopp á það. Já, nákvæmlega. Þessi sýnisvörn gæti náttúrulega líka verið svolítið svona, ekki bara eitthvað grín og glens eins og ég var að tala heldur að þetta væri að tengjast viðmiðum sem nemendur eru að slæma. Segjum ég sé hægt eitthvað í sviðið eitthvað og svo rafistur síktur, þá verður það í heimli nemendar til að ná það ára. Það
það er bara mjög flott. Listgreinarnar, prjóna, húan og allt það. Það er stílinn, það er mjög skemmtilegt. Saknastu pabbi gagnast hjá nemendanum eða er það bara fyrir að vinkon eftir hvern skóla? Hann er með námsmöppu sem hann getur farið í á milli skólaára. Þess að hann getur flakkað á milli skólaára. Hann getur þess vegna lokið 10. bekk og tekið þá bara allt sem er í námsmöppuna í þessi 10 ára. Er ótrúlega að kalla það líka? Já. Ef við kennarinn var aðfangaði neðan, já, þá á hann að sjá námsmöppuna. Er þetta tengja að auðvitað ljósmyndin á Já, nei, það er mjög mjög. En þú gæti verið að setja inn bara PDF-skjál og Word-skjál, Excel-skjál, myndir, annars konar sko. Það er bara tengja öllum viðmiðum. En það sem var í rauninni kosturinn með þetta myndadæmi er þess að það þurfi ekki að taka mynd á símann, hlaða það inn á einhvern ákveðinn stað og taka svo þaðan, þess taka ekki 2 skrefum. Hér erum við bara komið með þetta beintengingu. En er munur á þess að skilja ekki námsmöppu eða Það skilast inn á það sem þú setur inn á viðmiðum. Svo bara kaupa þessi, ef þeir vilja kaupa þessi á okkur eða nýtast þess að samþækkingu og Office og En svo fréttalýsing. Já. Það var ekkert að setja beint í það að marka sig ekki að þetta er samverðin þess að við getum námsmöppuna og þessi. Já, það er ekki styrning á fréttina. Bara á námsmöppuna. Bara að lokum síðan að það er það sem foreldrar hafa völdum, það er að þeir geti fengið einhvers konar svona tilkynningu þegar eitthvað nýtt kemur inn, til dæmis að það eru verkefni eða ástundun eða nálega, að þá er það líka í smíðum. Ég er ekki með neitt sýnibrenda, en ég veit að það er vinsælt að það er allt. Já, allt. Nú erum við bara í öllum. Í langtíma til fórstofan, það er ekki alltaf svo að fáið. Ég er bara með Það líður þér Það er alltaf ekki komin að eins langt og Nei, það er ekki komin eins langt. Þannig að vonandi samt á... Heyrðu, það er ekki fleira, ég veit að sumir foreldrar voru sárir, ég hef ekki talað þeirra hönnun, en þetta var frá stærstu breytingarna sem eru að koma á. Þannig að ég þakka bara fyrir þetta. innleiðingunni sem á sér stað í menntaskóla hjá okkur í nýju námsmati. Þetta er auðvitað innleiðing sem á sér stað ef við erum rétt hálfnett í innleiðingum hjá. Þannig að þetta er alltaf mjög lífandi. En það segir hérna frá mér til að byrja með. Ég kenni náttúrufræði og upplýstigi. Ég kenni þetta árið einnig upplýsing og tæknimennt í 8. bekk og hef yfirleitt kennt starffræði einnig
en ákvað að verða verkefnastjóri þetta skólaárið og taka pingu pásu í kennslu. Ég stýri innleiðingunni á nýju námsmati ásamt námsmannsteyminu. Ég einnig mentorsérfræðingur og þetta er helsótt í hendur, innleiðingun á námsmatinu og svo innleiðingun á nýja viðmóti mentors. Einnig hef ég stýrt innleiðingun á spjaldtölunokun í námi á kennsluokkur undanfarandi 4 ár. Við ákveðum að Google Drive skólann okkar fyrir 5 ára síðan og við höfum ákveðið að halda því ákveðin. Það hefur reynst okkur vel í bæði notkun á nýja viðmóti mentors og líka í innleiðingun á nýju námsmati. Í Háttaskóla þá vinnum við mikið í teymisvinnu og það hefur gefið okkur rosalega góða raun í innleiðingun á námsmati. Að vinna í teymi það veitir manni styrk, maður er ekkert alltaf alveg viss að maður sé að gera allt rétt og hvað þá í ykkur svona nýju. Og við fundum það að þegar við ákveðum allir unglingaskriðskennararnir að vera saman í námsmannsteymi fyrir 2 árum síðan og innleiða þetta saman, þá fundum við það að það var besta lausnin. Fyrsta ári okkar var frekar snúið. Við áttum til að vera þetta svolítið neikvæðis gryfju og þá var alltaf einhver í teyminu sem lék fólíum og reif okkur aftur upp. Við vorum alls sammála því á fyrsta árinu að við þyrftum meiri tíma í undirbúning við innleiða námsmati enda mikil hugsunarbreyting í gangi. Og árið seinna þá fékk ég tíma til þess að vinna aðeins meira í innleiðingunni og ekki kenna eins mikið og það hjálpaði til muna. En það var ekki nóg. Reyndar heldum við líka að þá kom kjarabótin kennari inn í málin og við höldum það hefði líka kannski haft svolítið áhrif á álag okkur þar árið. Við fundum við vorum á jarðsýkni, hugsunin á nýja námsmatinu var að detta inn en þá kom mentor hluti. Hann reyndist okkur erfur og þá fékk ég leyfi til þess að fara í meira samstarf með mentor, fara mentor námskeið, verða sérfræðingur. Því það var svolítið erfitt að sitja allir á sittum staðnum í stofunni og allir gera saman og allir að fara í hringi. Þannig ég var send af stað, svo kom ég og kenndi teyminu. Og þá sáum við að teymisvinnan aftur virka svo vel að fá hana styrk. Frá hvert öðru geta labbað inn á þessu stofu ef ég gera þetta rétt. Þannig ég mæli einhverju með þessu. Það sem teymi gerði á þessu ári, árið 2 við tókum skref tilbaka í þróunni. Okkur langaði rosalega mikið að innleiða nýja námsmatið í allt unglingastigið og áramót sáum við þetta reyndist okkur á mikið. Þannig við ákváðum að taka skref tilbaka og einbyttum okkur að stíla 10. bekknum vel á okkur. Ég í náttúrufræðinni og íslensku kennarinn okkar ákveðum að halda námsmatinu áfram nýja og innleiða í 8. og 9. Þannig að bæði foreldrar og nemendur í þeim árgöngum fengu líka pingu innleiðingu, pingu svona aðlögun. Við settumst niður sem teymur og settum okkur þá megin áherslu hvað ætlum að stefna með nýja námsmati, hvað það sem við viljum hafa sem markmið. Við höfum þetta alltaf sem leiðarljós þegar við erum að vinna aðeinþurri í innleiðingu. Það skýrasta sem við viljum að koma fram sem sagt að áhersla lögð á hæfni nemanda. Það tók okkur pingu tíma aftur að það að tala hæfni. Við erum öll búin að vera að kenna í Íslands íþróttasteymi í nokkur ár og við höfum lagt mikla áherslu á þekkingarhluta nemanda. Verkefnin, matstækin okkar hafa alltaf verið að kanna þekkingarhluta. En kannski ekki verið að meta eins mikið leiknina. Núna fer öll okkar að vinna í að finna út matstæki sem er til hæfni og þekkingu ásamt vinklinn. Og það er sú sýn sem við viljum að sé svo skýr. Og við viljum að sé skýr nemandanum svo að hann verði öruggari í námi sínu, svo hann þekki sína námsleið og líka svo hann viti að hverju hann á stefnu. Við þurftum einnig að finna meira gegnsæi í námsmatinu. Við höfum fundið undanfarandi 2 ár að skilaboðin voru ekki nú skýr frá okkur til foreldra hvað við erum ætlast til að þeim og einnig barnanna.
Þar kom mentor inn og hefur reynst okkur afskaplega vel. Þau eru mjög duglega að taka á móti, ég þurfti að fá pöntun, þetta er pöntunarlisti, þar sem hringdi mig, ég vil þennan hatt. Og þá hringi ég í Bryndísi eða Andreu og spyr hvort það sé hægt að þróa þetta. Og þegar við áttum frá því að við erum að þróa mentor með þeim, þau eru ekki að þróa þetta fyrir okkur, þá breyttist líka vinnan okkar mínu. Við erum þolinmóðir. Við hættum að garga á mentor. Vegna þess að við vildum að sýnin okkar yrði skýrar, að það yrði meira gegnsæi, þá þurfti allur skólinn okkar og stjórnendur okkar að fara svolítið að kafa djúpt í grunninn. Og við höfðum alltaf haft 2 annað kerfi og við sáum það að það myndi nýtast okkur best ef að skólaárið yrði 1 önn. Það myndi sýna okkur svona heildræðni sýn á stöðu nemandans. Það var það fyrsta sem við gerðum. Einnig ákveðum við að leggja meiri metnað í hæfniþjálfunina okkar, sem sagt leiðsagnarmaður. Ekki matstækin, heldur í hæfniþjálfun. Hvað er að gera til þess að þjálfa til að ná hæfninu? Til þess þarf sem sagt leiðsagnarmaður að vera afskaplega fjölbreytt. Við þurfum að hafa umræðu, við þurfum að hafa hópverkefni, parverkefni, sjálfsmat, jafningjamat. Það þarf að vera svo fjölbreytt til þess að þau nái hæfninni. Til þess að fyrirmælinn yrði skýr þá þurfum við að vera svona sátt við hæfniviðmið og matsviðmið. Og gott hvort að voru við ekki sátt við þau öll. Sum þótt okkur of víð, sum þótt okkur óskiljanleg. Við skiljum það ekki hvernig við kenna það, hvernig við þá krakkarnir að skilja það og reyna að ná þessari hæfni. Þannig við fórum út í það að búa til okkar eigin svona viðmið. Við ákváðum að skýra þau skólaviðmið. Mentor sem sagt aðstoðar mikið í því og ég fekk að læra að setja það inn á mentor sjálf. Skólaviðmiðin okkar, þau eru mjög lifandi skjal og við finnum það núna þegar við erum á 3. ári að nota skólaviðmiðin okkar. Við erum alltaf að hoppa inn, ég ætla að slíta þetta sundur, ég ætla að gera þetta ítalega, ég ætla að gera þetta meira lýsandi. Við gerum sem skólaviðmið í öllum námsgrunum og á öllum sviðum. List- og verkefnakennararnir geta líka ásamt því að við erum sem sagt með svona námsver og sem sjáum sérkynslun okkar og við erum að vinna í vissum gagnagrunum fyrir þau eigin. Við vinnum sem sagt skólaviðmiðin algjörlega út frá hæfni og matsviðmiðunum. Það kemur skýrt fram í aðalnámskránni að ef þú þjálfar nemendur í hæfniviðmiðum þá ert að þjálfa þau í matsviðmiðunum. Þar af leiðandi þegar við gerum okkar skólanámskrá þá erum við sem sagt alltaf með matsviðmiðin einnig að leiðarljósi á ólengjastigi. Við leggjum mikla áherslu á þessu skiljanlegt og svo við hæfi þroska nemenda. Við ákveðum svo að skipta hæfniviðmiðunum niður á árganga vegna stæsum sem ég get ekki kennt í náttúrufræði í 8. bekk því skilningurinn er komin og þroski eins og hann er oft í 10. bekk. Og það átti við flesta greinar. Sum hæfniviðmið rúlla og eru endurtekin á hverju ári. Við umorðum þau, við slítum þau í sundur og við skiptum niður á árganga. Við erum alltaf að þróa þau og það góða við mentor er þú getur farið hvenær sem inn í ykkar viðmið og breytti textanum. Sem svo gott vegna þess maður ætlar alltaf að skrifa já, ég breyti þessu vor. Og svo kemur vorið og svo kemur haust og þú manst ekki hvað það breyta. Þannig það vorulega gott að geta farið bara strax inn og breyti þessu. Já, á mótum. Skólaviðmiðin okkar birtast öll á nettunum og þau, eins og ég segi, þau heita skólaviðmið. Þannig að nemendurnir fá ekki námskránna sem stendur matsviðmið úr aðalnámskrá í slík. Það er skólaviðmið. Leiðsagnarmatið er
aðal fókuspunkturinn okkar í dag, á þeim stað sem við erum núna. Við erum mikið að reyna að þróa hvernig námsleið barnsins til að ná þessari hæfni. Hvað þarf ég að gera með nemendunum í þessari leið? Hún þarf að vera fjölbreytt, það hugtakavinna. Þannig erum við með hljóðbækur fyrir þá sem þurfa, við erum með myndbönd, við erum með fyrirlestra, við erum með litlar umræður og svo erum við verklegt. Ég hef alltaf þannig náttúrulega. Við erum með verklega hluti. Þetta námsleiðin. Hérna áður fyrir nokkrum árum, í hvers skeið sem nemandi gerði verkefni á mig, þá var ég alltaf spurð, var þetta metið? Í dag það liðið hjá krökkunum okkar. Þau vita að gulrótin á ennþá. Þau vita að ef þau sinna þessari hæfni þjálfun vel, þá munið þau fá góða hæfni einhverju í lokin. Við þegar við erum að vinna leiðsagnarmatið, þá setjum við þetta upp í námslóður. Námslóðunar eru misjafnlega langar hjá okkur, bara eftir því hvaða hæfniviðmið og hversu mörg hæfniviðmið ég að þjálfa okkar í sinni. Sum hæfniviðmið eru mikilvægari en önnur. Það bara þannig. Sum hæfniviðmið vega meira en önnur. Við verðum alltaf sem fagarar að hafa það í huga. Við búum til noturnar og erum að veita þeim leiðsögn í þessum 4 táknum. Þau fá að vita stöðu sína á vissum punktum í lokinni. Það misjafnt hvenær og hvaða verkefni við notum til að sýna þeim hvar þau eru stödd og þau eru vel kunnug þessu mati vegna þess að það er mjög lýsandi í orðum. Þau vita það ef þau fá gula að ég er að fara að læra framsögn. Ég þarf að standa frá spegil heima, ég þarf að standa beinn í baki. Einn er alltaf núna með teygju í hárinu, hann heldur hans skýrmarkari, að hárið ekki fyrir honum. Þetta svona hluti sem ég var ekki séð áður í stofunni minn, en þetta það sem að gerast. Þegar við erum út á loturnar, þá setjum við líka það markmið að þetta ekki spurning magn á verkefni, eða spurning magn á lotur. Það frekar gæði. Hjá mér er ég með 5 lotur yfir skóla ári. Þær eru misjafnlega langar hjá mér. Það fer bara eftir hvaða verkefni það er. Ég mun sýna ykkur eitt verkefni sem eftir. Þessar lotur, þegar ég er að meta þær, þá er ég alltaf með 1 matstæki í lotur. Nemendurnir labba inn í kennslustofuna mína, alltaf gulir. Það hafa allir tækifæri. Það þarfnast allir þjálfunar og það geta allir gert betur. Nemendur hefur þennan tíma sem lotan er sett á til þess að sýna mér hvað hæfnan hefur. Hann ber ábyrgðina á því. Ég hendi hann verkefni og alls konar hluti til þess að þjálfa hann og hann fær tæki til að sýna mér þessa hæfni. Ef hann sýnir mér á þessari leið að hann er orðinn grænn, hann er komið með hæfnina, þá fer ég í iPad-inn minn og ég gef hann grænan. Ég þarf ekki próf til þess að staðfesta. Ég sem fagari, ég sé það í kennslustöðum. Ég hef einnig séð nemanda sýna mér hæfni í tíma, taka svo munnleg próf og fá gula. Og ég sem fagari, mér datt ekki hugur að veita hann gula. Ég hafði séð það í tíma þegar ég náður. Hann var með hæfnina. Og ég leyfi mér það. Ég met þetta svona. En í lokin er alltaf matstæki þar sem börnin fá alltaf tæki til að sýna hæfnina. Þau þurfa líka að sýna mér að þau séu ekki verðina. Þú ert gulur ef þú sýnir mér ekki hæfnina. Þú skilur ekki verkefni, tekur ekki þátt, þú ræðir ekki, tekur ekki þátt í tímanum. Þá augljóslega ert að sýna mér að þú getur þetta. Það ert ekki náðu hæfninu og þá færðu rauðan. Og þá er auðvitað ábyrgðin mín, af hverju. Og þetta spjallir við nemendur. Þetta eru aldrei margir nemendur en þá finnum við til þess að hann getur kannski seinna fengið sama hæfnið og sýnt hvarta hæfnið. Svo er náttúrulega þessi frábæri þetta bláa tákn, það er fram úr skaranum. Þetta tákn hefur, þetta er ótrúlegt að sjá þetta. Við erum að upplæða þvíleika hluti í kennslunar. Við vorum alltaf með marki hér og krakkarnir voru hér. Svo kom blái þátturinn, A-hlutin, eða A-hæfni.
og maður setti marki hérna. Við erum alveg á fullu, allt af þeim langásum. Og það, ég er að heyra krakka því með verkefni í gangi heilt lífefni. Þau eru að fara á fyrirlestra hjá næringarráðgjöfum til þess að reyna þá. Þau vita að þau þurfa svona, hvað maður segja, aha-fæni, svona moment. En það sem gerist eftir námstöðunar, eins og ég segi, það eru reynum hafa 5 til 7 námstöður, ekki mikið meira. Þá raðast alltaf matur inn á hæfnikort nemandans. Og það er svo frábært. Þau eru svo duglega að fara inn á hæfnikortin sín og skoða hvað er framöndan, hvað er eftir að læra, hvað er í búin að læra og slíkt. Þegar við erum sem sagt búin, önnur er búin og við ætlum að fara að gefa þeim hæfni einkunn í lokin, að þau fá ekki einkunnir fyrir verkefninu okkur. Þau fá einkunn, hæfni einkunn í júní. Þau fá reyndar stöðumat í janúar og gefa þeim bókstaf. Þetta er staðað í miðjavik hvað ég hef verið að þjálfa, hvað hæfni við höfum verið að fara í og þú hefur tækifæri kannski í sumum hæfnum að gera betur, kannski ekki fyrir á næsta ári, en þá veistu stöðuna. Þegar, ég hendur sér í morgun. Ég hugsa með mér, hvað er það sem ég myndi vilja vita og sjá sem kennari? Það er hvernig ég meti tíma, þetta virðist vera svo tímafrægt. Þegar við erum að meta matstækin okkar, matstækin eru kannski ritgerðir eða jafnvel kaflapróf eða hópverkefni eitthvað, framsæknarverkefni, þá erum alltaf við erum með matstæki og alltaf með matsramma við hliðina. Og við birtum matsramman fyrir nemendurna líka upp á lóknum, þannig að við vitum hvernig ég ætla að meta svo í lokin. Og matsrammarnir eru hvað er það sem við erum að vinna í núna, allir kennararnir hjá okkur, að búa til góða matsramma. Þeir eru pottið ekkert æðislegir, en ég ætla samt að sýna ykkur á. Og samstarfskennarinn minn er ekkert alveg ógeðslega glaðir að ég sé að sýna ykkur á. Þannig þið verður bara að taka til þess, þetta er þróun. En við ætlum ekki að vera feimið. Þetta er til dæmis matsrammi sem íslenskukennarinn okkar gerði í samtöku framsögn. Hún er semst að kenna, hún er með framsagnar-lotu og er með alls konar flott verkefni, sem maður heyrði. Það var aldrei gaman í framsögn í íslensku orði. Maður er að heyra þau svona, það er allt þessu viðhorf í gangi. Og þau eru svo vitar ekki nákvæmlega hvað þau þurfa til þess að ná hæfniviðurinn. Þetta er mjög skýrt. Raddstyrkurinn þarf að vera jafn og góður. Röddin best verð til allra áheyrenda. Lesfræði hægir efni. Þetta er svo skýrt. Þetta er í orðum. Og eins og ég segi, þau eru byrjað að æfa sig fram að spegli. Í frímyndum standa þau fyrir fram hvert annað að æfa sig. Þjálfa sig, við vita það er að koma að mati. Þetta er svona eitt dæmi. Annað dæmi er í ensku. Hún er með ritun. Og þetta eru skólaheiminn sem hún er að þjálfa. Og svo áttu það að skila held í búkrifort, minnum mig, hjá henni. Og þá var þetta sem nefndi þurfti að hafa í búkrifortinu. Þetta var sem sjálfstæð vinnubröð þarna þar sem hann hver og einn var að skila inn sinni búkrifort. Þetta er til dæmis heimildaríkjað í náttúrufræði. Aðeins öðruvísi matsrammi. Stundum er ekki alveg hægt að rísa nákvæmlega á við ríkjuna því við getum alltaf ekki komið veg fyrir svona creative thinking. Hæfnikort nemenda, sem sagt, þau fyllast af litum hjá okkur. Við metum svo hæfnieinkuna með þessu, með bókstöðum. Þetta hangir upp allan skólann. Þau eru búin að læra það og það er svo slá fyndið sko. Við gefum ekki einhvern við verkefni en við höfum kannski með 5 hæfnivinni í gangi. Og ég heyrði nemandum að segja ég á gulu þarna en allt í grænt. En ég sé plúsni við tali kannski við mæli. Ég heyri kannski í henni. Kannski er hitt hæfnivinni ekki nógu margt. Kannski er ég ekki. Hvað þau hugsaðum það? Þau eru bara búin að sjá fram á það. Ef að hæfnikortið sýnir rauðan og örlítið af gulum sem er svo algengt, þá förum við alltaf kennarnir inn í það hvaða hæfnivinni er rauð. Er það hæfnivinni sem skiptir rosalega máli og er endurtekið ár eftir ár, þá er nemandinn í vandræðum. Þá er raunsætt mat nemandans D. Og það er hagur nemandans sem fá raunsætt mat. Ef það er einhver gult,
með meira gult heldur en rautt, þá erum við að gefa hún C. Kemur við pingu grænt með, þá ætlum við komin í C+. Allt grænt, frábært, markmiðinu náð, þangað stefnum við, þangað beinum við nemendum okkar. Frábært, góð hæfni, út í góð málum. Svo kemur framúrskarandi hæfni hjá sumum af og til. Það með eitt og eitt svona þvílíka hæfni í samskiptum eða þvílíka hæfni í skipulagi. Þessi nemendur eru B+ nemendur hjá okkur. Þetta eru framúrskarandi nemendur. Og það eru alltaf fleiri og fleiri að bætast í B+ hópinn. Við sjáum það, ég muni, markið var að búa hætta og þau eru svo á leiðinni. A-einkunn, A-hæfni er afskaplega mikilvæg einkunn að hafa í grunnskóla í dag. Alltaf þegar við erum með ykkur verkefni eða matstækin okkar eru alltaf með eitthvað til þess að fiska út A-hæfni nemandans. Vegna þess, þú ert með nemandi í ensku og hann er með A-hæfni í 9. bekk. Hvað er það að segja okkur? Það er að segja okkur, við höfum ekkert meira fyrir því að þjálfa. Þú ert velkominn í framhaldsskóla. Það er rosalega mikilvægt að nemendur sem slíkir fái eitthvað til þess að svona krefjandi í dag. Svo er fá þennan námsleið. Þetta höfum við líka fundið fyrir núna og við erum öll sammála fyrir unglingaskýri, við rættum þetta mikið. Eftir síðasta ár, þá finnum við það okkur finnst við að skila nemendum betur inn í framhaldsskóla. Við erum að setja þau inn á rétta staði. Við erum að fara inn í þrep 1, stig 2 vegna þess að þau þurfa einn undirbúningsáfanga í stærðfræði. Áður en fara til þrep 2. Eru það kannski útskrift 3,5 ári í staðan fyrir 3. Nemandi hefur ekki náð tökum ef við sé hjá okkur í stærðfræði. Hann þarf 2 undirbúningsáfanga. Hann þarf að bæta við árið í þessu fagi. Það er gott fyrir nemandi að fá hann undirbúning. En ef nemandi er orðið B, þá er allir vegið fær og þeir eru velkomin að fara bara og reyna að útskrifast á 3 ári. B, takkir þá B+ og A. Það veitir nemendum tækifæri fyrir að fara náttúrulega hjábraut ef það er það sem þau vilja eða svigrúm til þess að gera annað. Mikið af þessum nemendum sem eru með þessar einkunnir eru framúrskarandi í íþróttum, eru í tónlistarnámi eða einhverju slíku. Það gefur þeim svigrúm í stundakvöldunum. Þannig eins og ég segi, okkur finnst við erum öruggari að senda þau frá okkur á rétta stað. Já, ógeðslega fáum mínútur eftir. En við langar að sýna ykkur, viljið þess ekki sjá birtingarmynd nemandans, hvernig að sjá hjá okkur lóturnar og slíkt. Það er ekki svolítið gott. Það sem skiptir okkur rosalega máli er samskiptin okkar við foreldra, birtingarmynd þeirra vegna sem við höfum fengið það alveg mjög skýrt. Ef sambandið við foreldra er gott, þá nær barnið betri árangur. Og þar kemur mentor sterkt inn. Ég hringi alltaf og senda alltaf frábær birtingarmynd. Æðislegt og svo skýrt fyrir foreldrana. Og mér finnst þetta frábært, þessar flísar æðislegar. Það birtist alltaf nýtt námsmat, þá er það nýtt námsmat, ég er bara búin að fylgja svo í þessu. Þegar það kemur og krakkarnir eru rosalega mikið í símanum sínum að skoða, maður er ekki búin að senda námsmatið, þau eru rosalega spennt. Það sem þau gera, það sem við kennum þeim að gera er að fara alltaf inn á lóturnar. Við byrjum lóturnar á því, krakkar, opnum nú lóturnar ykkar. Og við kennum þeim að fara inn á þær. Vegna þess að við viljum að þau viti hver námsleiðin þeirra er áður en við förum hana. Ég ætla ekki að sýna þetta víst. Áætlunin það sem skiptir eru miklu máli. Við vöndum okkur þarna. Við segjum þeim hvert er markmið með þessu. Hver er tilgangur við að þjálfa ykkur í þessu? Og í þessu er þetta sem sagt þetta lóta sem er í gangi núna hjá mér heilbrigt líferni. Ég segi þeim hvað námsefni ég nota, hvað kennsluaðferðir verða. Þau eru eins og kunnug.
þessu. Þau vita, já, ok, þetta er svona lóta. Þannig að þau eru svo vön. Svo útskýr ég leiðsagnum að þetta er rosalega mikið líka fyrir foreldrarnir. Ég set vitinetni inn alltaf eins og bara meðan allir eru að venjast. Verkefnin, ég seti líka inn hvernig verkefnin verða. Við semst erum vön því þegar það eru hópaverkefni, þá er alltaf sjálfsmat og jafningamat. Viðmið, það erum við að fara að hjálpa, það sem við ætlum að meta og slíkt. Svo var námsefni, ég elska þannig mat mjög mikið. Vegna þess að svo oft sem að ég heyri krakkana, mikið af krakkum að fara erlendis hjá okkur. Og þau hafa aðgang að öllu námsefni sem við förum í, sem er bara frábært. Og ég set allt hérna inn. Þannig að þau geta haft aðgang að öllu. Ég elska Gautar, andinn hljóðbragnar hans, bara svo metnaður til henni. Þegar þau hafa séð lótuna og skiljana, þá er ég ofta að senda inn hérna í tímalínum. Ég mun gera það mikið. Hérna set ég inn matsramman. Hérna þau vita strax hver matskvæðin er. Þessi er rosalega flókin, en hann er flottur. Sen kemur hérna lýsing á verkefni. Hvað er að fara að vinna og hvernig og íta á það. Það er galt. Okay. Þetta er bara lýsing á verkefni sem það er að vinna. Þau voru að gera semst heilsudagbók fyrir sjálfa sig og svona rannsókn. Það er mjög gott að hafa svona matskvarðin. Alveg í lok lótunar þá munum við fara að fylgja honum eftir. Og þetta er það sem ég nota sem kennari. Þetta er svo skýrt fyrir mér hvað ég vil fá frá krökkunum og krakkarnir viti hvað ég vil líka. Svo við náum efni. Að ég það Þannig. Ok. Svo er náttúrulega hendi inn. Þegar líður á lótuna þá breytist margt. Við erum mjög lifandi umhverfi, þannig ég er alltaf að bæta við. Krakkar hérna, sjálfsmatið er hérna. Þannig að það er líka ekki alltaf framast inn að þau bara allt strax. Það kemur stundum jafn óður. Við erum að vinna kannski eitthvað verkefni. Eins og hérna, svo fórum við í uppgjörsvinnu. Og það var þetta spurningar sem við spjallum í tíma saman. Eitthvað slíkt. Þannig þið sjá alltaf myndina af þessu. Þegar notan er búinn, þau sjá líka alltaf verkefni sem hérna þau eru að skila, eins og sjá. Og þar sjá þau hvaða verkefni er metið, eins og hérna. Hvaða verkefni, hvað er ég að skoða þegar þau eru að vinna þetta verkefni. Það er þessi verkefni. Og í sjálfsmatinu, þau skipta máli líka. Hvað er ég að skoða það? Það er lykilhæfnina inn. Við tengjum alltaf lykilhæfnina inn í allt sem við erum að gera. Námsmatið þegar lotan er búinn, þá birtist námsmatið með svona. Þetta er semst náttúrulega bara lotan sem er í gangi nú þegar og þetta er námsmatið sem barnið er fengið. Það góða að vita er þessi heildarlisti eins og við vitum. Að sjá hvað er framstæðan. Hvað er status með núna. Og það sem við langar sýningu lykilhæfnina, hún hefur verið mikið í umræðinu. Hvernig við erum að hæfna hana. Við vitum öll að við erum að kenna lykilhæfni. Hún er í öllum námsgreinum. En hver á að meta hana? Ég veit að íþróttakennararnir eru miklu færri að meta vissa lykilhæfni og nýja náttúrufræði. Og öfugt. Það sem við ákveðum sem teymi að gera er að skipta hana á milli okkar. Við rifumst alveg lykilhæfnina. Ekki alveg en þú er samt. Hvað átti við, hver átti heima hvað? Þetta var svolítið svona. Þið sjáum hvernig skiptum hér. Hún er bara svona. Og ég sé þá bara þessa hérna lykilhæfni og er alltaf að skoða hana. Ég er alltaf með hann í hugum. Í staðan fyrir að vera með 20 lykilhæfni sem við erum með í hugum. Það er með 4 og einbjöldum með slant. Ég er alveg móið. Ok. Æði þá segir. Hæði, jájá. Þetta er það skiptingamyndin þeirra. Ég talaði við krakkana, eða bæði krakkana og sem sagt teymið mitt og krakkarnir voru með okkur inn í þessu líka svo mikið inn í innlegunum. Við erum alltaf að spyrja hvernig líður ykkur, hvað finnst ykkur, hvað getur við gert betur. Og þau eru mjög duglega að svara þeim sem ég er með þakklátt fyrir. Þetta er það í samantektinni, þetta hefur reynst okkur vel þessi aðrið
eins og ég segi, við erum hálnuð, en við erum spennt loksins fyrir því sem við erum að gera. Við erum jákvæðari og mér langar að sýna ykkur af hverju. Ég væri ekki hérna í dag nema því að nemendur mínir, þeir vilja svo mikið að ég segi frá þessu. Þannig að ég stóð upp einn daginn, ég er semst með 10. bekk hjá mér núna sem ég hef kennt í 3 ár. Þau eru semst búin að vera með mér í þessari leið allan tíma. Og þetta eru skemmtilegir krakkar og þau eru sko með skoðun á hvernig námskeið á að vera. Og þau vilja sko alls ekki fara tilbaka. Og ég á að passa upp á það að það verði ekki gert. Þannig að ég bað þau að gera eitthvað fyrir mig svo ég geti sýnt. Við ætlum semst að sýna foreldrum nýja námsmann á semst svona kynningafundi hjá okkur. Og þau bjuggu til myndband. Ég ætlaði fyrst að stýra því, en svo sá ég aftur ekki von mér bara á því. Ég fylgist með ykkur, ég reyni að passa upp á blóðsýrti og eitthvað. Og þau voru rosalega, þau bjuggu spurningar og svo svöruðu. Þau voru reyndar svolítið að stýra hvort öðru svörum og svona, en voru gaman að fylgjast með þessu ferli. Þannig ég ætla að leyfa ykkur að sjá. Þau reyndar vildi ekki sýna ykkur allt. Þannig að þau bjuggu til annað. Það þau vissi ég var að koma hingað. Þannig að þið fá að njóta. Og þetta er bara enda þetta á því, en það ekki. Og eins og ég segi, ég held áfram, ókveð áfram vegna þess að vita nemendur mín er svo gott. Þau eru svo ánægð og sátt í námskeiðum sínum í dag, sem ég átti ekki von á þegar ég byrjaði í þessari vegferð. Hvað ég gera? Jó, en það ekki það. Jó. Gefum það. Þetta er takk fyrir. Áður en við förum í kraftið, einhverjar spurningar fyrir Maríu? Hún er að tala vegna þess að við erum alltaf jafn óðum að breyta skólaviðmælum okkur. Við sem sagt, þið kannist öll við bekkjarnámskrár, við höfum öll unnið þær, ekki alltaf viss af hverju, en við notum bekkjarnámskrár í dag. Þar eru öll skólaviðmælum. Við erum skólaviðmæl, hæfniviðmæl til hliðar og hvaða leiðir við förum til að ná þeim og hvaða mannstæði við notum til þess. Við þróum það þar í bekkjarnámskránum og ég set það inn. Ég set ekki námskrá inn á menntum? Jú, ég bara sé alveg það. Ekki þau. En það sem við vorum að lenda í er fólk að taka inn í námskránum sín og vinna með alltaf viðni. Og svo breyta þeim? Já, sko, viðni. Já. En ef það er komið mat, ég get alltaf breytt textan. Við höfum alveg verið það. Ekki matinu, ekki passa það þegar við byrja að gera það að vera með stillingarna rétt á hvaða tákn við notum. Ef þeir eru með 4 tákn eða það hafa sumir vilja fara í að hafa bara ómetanlega tækniviðmið. Við erum ekki með þannig en við gætum ekki með annars og þannig og sagt að ég ætla að meta það. Þá svo er þetta breyta. En við getum breytt textum. Það er ekki málið okkar. Þá er þetta komið hátt? Já. Það er þess að við erum að slíta því sundur. En þá erum við enda kannski með, ég veit hvað það meina, að við sumhæfnum erum kannski að meta tvennt og eins og kannski hugtök og heitug. Og þú ætlar bara að meta hugtök. Ekki svo leys. Nei, ég er spurningar. Fleiri spurningar? Ef ekki, svo sé bara bjóður að koma í kraftið hér. Við tökum okkur til nýtt.
sjáum við myndbandinu frá henni Maríu. Þannig að ég ætla að fá að setja það bara í gang. Ána næstu síðan. Hér er myndbandið frá nefnum. Mér finnst þetta betra en það sem var með af því að það gefur okkur meiri innsýn í hvað er ætlast af okkur og hvernig nemendur viljum vera og ef við komast á næsta stig okkar námi þá vitum nákvæmlega hvað við erum að gera til þess að komast okkur af stað. Hvað finnst ykkur? Er það mikilvægasta námsmat? Þessi hvetandi. Það er mikilvægt að lýsa það svo við vitum hvað er hægt að stýra okkur. Og mér finnst mjög gott að geta fara alltaf með mentur og sé hægnum mér að það er hverju færi. Hvað er námsmat? Það metir hægni nemenda. Það er gott að leita í bókstafi til að sína hægni. Ef maður er komið með grænan þá höfum við náð einninni BA á grænan. Í hvað stuðum við að námsmat í skólanum? Það er til þess að sjá hvað geistöðum ykkur. Og bara líka til að vita hvað er ætlast af okkur í framhaldsskóla. Ég er bara alveg saman, já. Þessi nýja námsmati undirbúið þig fyrir framhaldsnám. Já, ég tel nýja námsmatið undirbúið mig fyrir framhaldsnám. Því að í nýja námsmatinu þá lærir maður að finna lausnir frekar en að læra það utan bókar. Og svo lærir maður að vinna með hóp. Næst á sviði er ég bjóðan Fedó frá Vasendaskóla. Hann kannski kynni sér betur sjálfur. Ég að mastera þetta alveg svakalega. Herru, ég heiti þess að Theodor og er enskumkennari í Vasendaskóla. Ég kenni þess að unglingastigi og er eins og þið öll búin að vera í þessu innlegum hætti að innlega þetta hæfnimiðaða nám og nýja námsmati. Þannig að, og ég langaði svolítið aðeins að byrja á að segja smá frá mér. Ég syns að þetta er búin að vera að kenna í Vasendaskóla í 3 ár og þessi er búin að vera að fara í gegnum okkar þætti alveg frá byrjun. Útskólaði. Síðan verkefni í vor sem ég var búin að vera með sem í 8. bekk og var búin að vera í svona ákveðnu ferli með þeim varðandi það að innleiða nýja námsmati. Og við byrjuðum fyrir cirka 2 árum að byrja að innleiða þetta, þess að nýja hæfnimiðaða námsmat. Og við vorum eiginlega bara svona í upphæði. Þetta, við vorum eiginlega bara í hvaða átt ef við að fara með þetta, ef við fórum margt, ef við að finna einhvern eina leið og svo var við bara endalausar spurningar. Hvernig gerum við þetta, hvernig eigum við að fara að þessu og til hvers er ætlast á sem við kenna það. Þannig að eins og í mörgum öðrum skólum þá var það að setjast niður og hérna reynt að finna svona góða leið að þessu. Og eins og hjá mörgum öðrum var þetta búið að vera að gerast í svona hægum skrefum. Og eins og nýja aðalnámskráin er nú alveg ágætis plagg, þá getur samt verið sumt orðalag á sumum hæfniviðmiðunum. Þau eru alveg svona dýr, svona opið. Og sum hver jafnvel bara mjög, að mér fannst þetta óskiljanlegt. Og ef ég hugsaði með mig sem kennari, ef ég skildi ekki einu sinni, hvernig getur þá krakkarnir og þegar foreldrar skilja. Þannig að þetta var svona pínu erfið vinna fyrir þess að byrja þetta.
og að reyna að fara að miða út, að reyna að fara að finna út einmitt hvernig við ætlum að vinna með þessi hæfniviðmið og hvernig við ætlum að vinna námsmat. Því ég þurfti að setjast niður og hugsa bara, ok, hvernig ætla ég að kenna þetta, hvað er ég að kenna og hvernig ætla ég að meta það sem krakkarnir eru að gera. Þá settist ég svona eiginlega svolítið niður og fór svolítið svona í hálfgerða naflaskoðun á öllu þeim bara verkefnum og prófum og kynningum og öllu því sem krakkarnir hafa verið að gera hjá mér hingað til. Ég þótti bara endurskoða þetta allt saman, bæði út frá hvað þau hafa verið að læra, hvort svona hvernig námsefnið hefur verið eða hvað þau hafa verið að læra eins og í enskunni og hvað ég er að ætlast til af þau. Þá skoða ég náttúrulega eins og við öll gerðuð aðalnámskrána, fór aðeins yfir hana og hún fór stundum, ég skal alveg viðurkenna það, hún fór stundum bara í gólfið hjá mér. Bara svona. Ég hendi bara í gólfið þegar bara, ég skil því. Ég skil ekki sumt af því sem hefur verið að ætlast til og biðja um. Þannig að mér fannst ég verið að gera margt af því og mér fannst að krakkarnir verið að læra margt af því sem var ætlast til út frá hæfniviðmiði námi. Þannig að ég var svona, ok, hvernig getum við farið betri leið að þessu? Þannig að ég hef gert það eins og til dæmis í mínu fagi í enskunni og við höfum gert það unglingastíðanum í Vatnsenda-skóla að við fórum bara að horfa út frá og gera námskrá fyrir hvert fag fyrir sig. Og við fórum líka þá leið að gera fyrir hvert árbók. Og svo fyrir 8. ensku, námskrá í ensku fyrir 8. og svo 9. og 10. sem þá námskrá miðað við þessi hæfniviðmið. Og þetta var nú krefjandi en skemmtilegt, en líka svolítið mjög tímafrekt að fara í þessa naflaskoðun. Því í enskunni í enskunni þá eru 7 færniþættir sem þarf að horfa á. Það er þessi textun og lesskilningur, ritun og frásögn, samskipti, menningarlæsi og námshæfni nemanda. Þannig að ég settist einmitt niður og var bara, ok, hvernig get ég útlistað þetta? Skoðaði náttúrulega aðalnámskrána og margt af því sem í aðalnámskránni átti alveg mjög mikið við og ég var nú þegar hvað sem að gera og nemendur voru þegar hvað sem að þjálfast í. Þannig ok, flott, það er alveg bara góðum málum þar. En svo var ýmislegt annað sem þetta kannski aðeins að endurskoða. Þannig að þar kemur minn mentor vel inn og svo vinna sem búið að fara núna sérstaklega undanfarið ári er búin að vera rosalega góð. Því fyrst var maður alveg, ok, hæfniviðmið að nám og við þessi hæfniviðmið, týnast inn á hæfnikort nemandana. Og hvað þýðir það? Við erum að fóra að sjá þetta svolítið á þennan veg út frá þetta týnir svona hægt og rólega allir færniþættir og hæfniviðmið nemandans inn á hæfnikort hans. Þá fór maður að skilja þetta aðeins betur. En ég allavega upplifa þannig. Og sérstaklega þegar að maður gat farið að fara þá leið að einmitt útbúa sína námskrá. Sem sérstaklega með þeim viðmiðum sem í tengslu við aðalnámskrána en kannski aðeins nýmiðaðir. Og svona aðeins orðuð betur. Og svona, ok, ég þá að tjekka þessu. Þess afhverju hvað nemendur eru að gera hér. Í staðan fyrir eins og sum hæfniviðmið gátu verið rosalega opið. Þannig að maður var pínu hvaða leið á ég að fara, hvert á ég að stíga. Og að þessu leyti er ég mjög ánægður með hvernig þetta að þróast. Mjög ánægður með eins og ég sjálfur fór á sérfræðinganámskeið hjá mentor þannig að ég er einn af þeim ég vil skilja hlutina. Þú veist, óbúslega að setja út í hópnum og ég veit ekki hvað ég er að gera. Þannig að ég vildi skilja vel og vantilega út af hvað þetta gekk, hvernig átt að vinna með þetta og hvernig á að yfirfæra þetta. Þannig að nú finnst mér vera komin eftir þessi 2 ár ágætis skilning sem ég get mögulega miðlað áfram í mínu skóla. Að hvernig við metum þetta út frá hæfniviðmiðunum og þetta sé hæfni hvers nemanda fyrir sig
Ekki bara þessi þekkingarmiða eins og var oft á tíðum áður. Núna þetta orðið mikið meiri blanda af leikni og þekkingu. Og bara ég get tekið sér dæmi, nú var ég með foreldraviðtal í síðustu viku. Þar fór ég vel og vandlega yfir með foreldrum og nemendum. Ég sýndi þetta hæfnikort þeirra. Fór inn á mentor, fór inn á aðgang nemanda og sýndi þeim nákvæmlega hæfnikortið og sýndi sjáu þið. Hér er nemandinn, þú búin að fá fínt í hlustun í ensku, rosa fínt í leskilningi, þú kannski aðeins að bæta þig í þessum ritjunarþætti eða þessu atriði. Og um leið að ég fór að útskýra þetta svona fyrir bæði kraftunum og fyrir foreldrum, þá voru þau foreldrum sérstaklega á bá, þetta er flott. Því ég held að þetta sé líka mjög víða að foreldrar sérstaklega á krakkar, þeir vita ekki eins og hvað það gengur. Þau sjá bara eitthvað svaka dæmi inn á mentorjafnvel og við sem kennarar höfum margt verið að reyna að útskýra og vel og vandlega fyrir þeim. En eiga í tíma erfiðleika með átt að sjá þessu. En eftir öll þessi foreldraviðtöl sem ég tók í síðustu viku, allir foreldrar voru á, þetta er flott. Þetta er rosa. Það sér þetta svolítið myndið og hérna getur maður að sé hann að standa sig vel á þessum sviðum, en það kannski taka sig hans á ákveðnum öðrum, hvort sem það er ritun eða hlustun eða annars slíkt. Staðinn fyrir hérna áður þegar þeir tókstu kannski próf sem sama stóð á fullt af dóti og fyrst bara einhver einhver. En á móti kemur það er svolítið vinna í kringum þetta að vera að segja að þú kannski með eina könnun eða eitt verkefni og kannski með 3 eða 4 hafnivinni á bakveg. Þetta er rosalega tikk að setja inn. Þú ert kannski með 2 eins og hjá mér, ég er kannski með 2 eða 3 hafnivinni á bakveg eina kynningu. Og þau eru ekkert endur að fá sama úr öllum. Því ég er kannski að horfa eftir menningaræsi, ég er að horfa eftir hvernig þau koma fram. Ég er að horfa eftir hvernig þau vinna í tíma, samvinna og annars slíkt. Þannig þau geta fengið í þessu eina verkefni, geta fengið 3 mismunandi hæfnieinkunnir, að þau eru 3 mismunandi, eða 3 mismunandi hæfnivinni á bakveg. En ég held að hægt og rólega myndi að koma. Og eins og ég sé þá að finna að það margir skólar eru komin svolítið langt á leiðinni með þetta. Þannig að við erum komin miklu lengra heldur en voru kannski árið síðan. Því mér fannst ég rosalega týndur ennþá fyrir árið síðan. Og það pirraði mig að fyrir mentor. Ég fór alveg tíma upp í gegnum tímabil þess að ég var bara, mér langar ekki að opna þetta, mér er bara leiðilegt að fara hérna inn og skoða þetta og spá og spegluna, að því ég kunni ekki á þetta alveg. En vonandi við það breytast takk. Ég sé einmitt að margar nýja breytingar er að eiga sér stað inn á mentor sem er mjög jákvætt og notendavænt fyrir okkur. Svo við tókum þá ákvörðun í Vasavíkurskóla að gefa A, B, C og D fyrir hæfnivinni. Sumir eru að fara þá leið að gefa bara lit eða framúrskarandi eða hæfni nám og annað slíkt. Við tókum þá ákvörðun að fara með A, B, C og D, en þau vita alveg hvað er bak A, B, C og D. Þau vita það ef þau fá B, þá erum við búin að ná fyrir hæfnismarkastig. Og við erum alveg búin að undirstrika þetta, bæði fyrir foreldra og fyrir nemendur, að það og B er frábær ákvörðun. Það er bara búin að ná því sem er ætlast til á þessu stigi í þínu námi. Og ef þú ert í C, þá þarftu bara að halda okkur með þjálfaði með aðstoð og kennara eða aðstof einhvern annar. Þú veist það bara að halda okkur með þjálfa og hæfni, því hæfni er ekki svo tapar aldrei. Þú ert ekki einn daginn á hún allt í einu lélegur í að kynna ef þú varst mjög góður í það að koma fram og kynna. Þannig að þessu leitunni er þetta mjög gott og meira nýrnið og meira náttúrulega. Mjög gott fyrir foreldra og nemendur að sjá þetta svona. Mér langar svona aðeins í lokin, þá langar mig að sýna ykkur bara smá hvernig til dæmis ég er búin að setja upp námskrána í ensku hjá mér.
fara bara inn á aðgangi nemanda, þannig að þið sjáu hvernig þetta lítur út fyrir nemandan sjálf. Við höfum líka verið að vinna með námslótur, en við höfum að taka þetta bara svona hægum skrefum, þá höfum við bara haft þannig að eins og haustönnin, það bara ein námslóta. Og undir námslótinu einmitt ýmis verkefni, hvort sem það próf eða kynningar eða ýmislegt annað, tímaverkefni og annað. Og þau hafa verið að fá einmitt bókstaf fyrir hæfnivinni sem var bakvið, og þau fá líka bókstaf fyrir verkefni sjálf. Svona að því eins og þetta í stanslausri þróun. Þannig að svo getur vel verið og við hugsaum þetta svona og nei, þessu bakka en svo fara kannski aðra leið að þessu. Þannig að þetta svolítið þannig. En okkur finnst þetta að vera virka eins og að þá. Hér eins og í enskunni, þá sjá nemendur þetta svona. Þeir sjá sem sagt viðmiðin sjá viðmiðin sem þau og meta þau fyrir. Og eins og ég minntist á áðan, þá í enskunni, það eru 7 færniþættir. Þannig að maður að skoða þetta allt saman í gegnum allt skólaárið. Og ég tók þá ákvörðun af því í vitun getur verið rosalega stór þáttur í ensku. Þetta er ekki bara spurning það að skrifa gert ykkur og góða heimsættar vitun. Það er margt á baku það. Það undir vitun getur við flokkað alls konar kannski kunnáttu á málfræði eða kunnáttu á texta og annað slíkt. Þannig að vitunarþátturinn er svolítið stór. En ég nota líka mjög mikið að þau séu að koma fram við kynningu. Það er rosalega mikilvægt að þau geti nota málið og séu góð í því að koma fram og kynna. Og sem dæmi, ég læt alltaf í 10. bekk og gera bara blaðar eins og kynningu. Þannig að þegar þau eru komin fram á skóla, þá er það bara full færi það að koma fram á þess að þau eru að stiðja sig við blað eða stiðja sig við eitthvað til að lesa. Og þau segja alltaf miklu betra að gera þetta svona heldur en að vera með eitthvað til að lesa. Það er þarna undirbúið sig að gera og græja. En hér sjáum við metið hæfniviðmið, svona kemur þetta út fyrir nemendurum og svo getið þið að séð hérna heildarlistan. Þá sjá nemendur hvað þeir eiga eftir að meta í gegnum allt skólaárið. Svo eins og námskráin, hún er náttúrulega lífandi skjall, tekur endur þessu breytingum, maður er kannski með eitthvað inni sem maður myndi svo bara nei, ég ætla ekki að nota þetta. Þannig að þá tekur maður það út. Og við erum með það sem við köllum framvindu, svona hálfgeð framvindu einhvern eftir ákveðið tímabil bara í janúar, svona hálfgeð þessu leiðsefnana, og það tekið saman hvernig viðkomandi nemandi er búin að standa sig. Þannig að hann fær svona eina bókstafsengur sem getur segið svolítið hvað hann stendur, svo gerir það saman með borununa og svo fær hann svona hæfni einhvern í lokafangir í sínu færi. Ég held ég láta bara gott hérna. Ég er búinn að þetta hafi eitthvað hjálpað ykkur. Bara takk kærlega fyrir mig. Næsta dagskrá er Andrea og hún þarf að kynna okkur helstu atriði í nýju persónuverndarlöggjöf. Í
Já, ég lofaði að vera stutt. Ég gaf Mari á mínu tíma þegar mér stekki og mér skemmtilegt efnisöldari. Þannig að ég ætla að vera dálítið hröð bara. En ég ætla aðeins að fara í persónuverndarlög sem eru að koma núna á næsta ári. Og þau taka gildi 25. maí 2018. Og reglugerð Evrópusambandsins persónuvernd mun taka til grundvallarréttinda almennra borgara og gefa einstaklingum færi á að stjórna hvaða persónuupplýsingum upplýsingar eru sem unnið með þá sem sagt. Löggjöfin miðar að því að fyrirbyggja öryggisbresti og gagnaleka með auknu öryggi. Löggjöfin á við alla sem safna gögnum þegna Evrópusambandsins. Og á Íslandi verður reglugerðin lögð fyrir þingið í janúar 2018, þannig verður komin eftir Alþingi ekki ennþá. Þessi nýja löggjöf, hún mun hafa víðtæk áhrif hér á landi og mun snerta öll fyrirtæki og stofnanir sem á einhvern veginn vinna með persónuupplýsingar. Og ég hugsa að þið séu öll að vinna í þessari stofnun. Þetta eru upplýsingar, bæði sem varða starfsmenn, viðskiptavini, notendur eða aðra. Þessar nýju reglur þær gera einstaklega kleift að hafa meiri stjórn á persónuupplýsingum sínum og það sérstaklega með því að einfalda aðgengi einstaklinga að þeirra eigin upplýsingum, auðvelda flutning persónuupplýsinga milli þjónustuveitenda, réttur einstaklinga til að gleymast verður miklu skýrari eftir að verið hefur. Það einstaklingum hefur rétt á að láta eyða öllum gögnum sig nema þeim gögnum sem samkvæmt lögum þarf að varðveita eins og til dæmis námsmat. Ég nefnir bara námsmat vegna þess að lögin dálítið óljós ennþá. Þetta ekki orðið neitt skýrt. Ég veit ekki sagt nákvæmlega hvaða þættir það væru sem þeim má ekki eyða en við getum því meira ekki núna. Óheimilt að skrá persónuupplýsingar nema að fyrirliggjandi sé yfirlýst samþykki eða lagaheimild. Og þetta verður samt þannig að það þarf að fá samþykki fyrir hvort það verður skrá kringum þetta. Má taka mynd af barninu, má vera netfang, skilur. Það þarf að fá leyfi fyrir ansi miklu. Helstu breytingarnar eru að réttur einstaklingsins mun meiri heldur en áður. Löggjöfin gefur einstaklingum meira vald yfir þeim upplýsingum sem fyrirtæki, stofnanir og stjórnvöld safna frá. Réttur einstaklings til að gleymast verður betur tryggður með nýju lögunum. Einstaklingurinn þarf að gefa samþykki fyrir að upplýsingar séu varðveittar og atriði að það verður hvorki heimilt að túlka það sem samþykki eða að það sé eitthvað sagt hefur þú mátt fara að skrifa mig. Það þarf að vera skriflegt eða með öðrum svona formulegum hætti. Aðeins svona með hlutverk okkar hjá menntun og ykkar, þá skólafólks, að við sem vinnsluaðili, að við erum þá sá aðili sem skólinn hefur valið til þess að vinna gögnin og við berum ábyrgð á þeim þætti sem snýr á honum. Ég var ekkert að fara áður í þetta í mörgum liðum og dálítið flókið. Ábyrgðaraðili að skólinn, það er sá sem skráir gögnin og tekur ábyrgðin safna gögnunum, hans ber megin ábyrgð á að vinnsla gagna sig í samræmi við lögin og hann þarf að skipa persónuverndarfulltrúa sem það tengir við persónuvernd og þessi fulltrúi hann má vera ráðgjafi, hann þarf ekki að vera andilega starfsmaður skólans, þetta má koma inn sem ráðgjafi, hlutlaus ráðgjafi. Og skólinn þarf að útbúa vinnslusamning sem hann gerir þá við við vinnsluaðila. Og það sem skólinn þarf að skoða að hann þarf að setja að greina, þetta þurfa skólar að fara að huga núna. Þeir þurfa að greina hvar unnið með persónuupplýsingar og hvar það eru geymdar, stýra hvernig persónuupplýsingar eru notaðar og hver hefur aðgang að þeim. Það þarf að líka vel ljóst fyrir. Gera alla starfsmenn meðvitaðar hvaða upplýsingar má skrá og á að skrá. Setja upp upplýsingaöryggisstefnu til að fyrirbyggja, skynja og bregðast við öryggisveikleikum og gagnaleka, viðhalda skráningum og passa upp á rétt einstaklingsins og tilkynna ef upp kemur öryggisbrestur.
Ég tek þetta skáleta hérna neðsta vegna þess að ef þessi er ekki framfylgt, að það eru mikla sektir. Og þetta beint bara út þessum menn að þetta ekki smá upphæð sem við erum að tala sem við erum sektir. En auðvitað þetta eru nýlög og þau eiga eftir að mótast og sjálfsagt koma allskyns kærumál og annað slíkt sem á eftir að móta þær og þetta tekur tíma. En þetta við erum að tala sko á næsta ári, það ekki margir mánuðir til stefnu. Þannig að við þurfum alltaf að vera vakandi og við erum að fullu og byrja að vinna okkar vinnu, við erum alveg mann í þessu hjá okkur og þannig að við erum alltaf að vera allar hluti rétt að þegar aðeins sem kemur og ég vona að þið kemur það líka. Heyrðu, takk fyrir mig! Takk fyrir Anna. Ég má kannski minna á að 9. nóvember einmitt ráðstefna hjá Persónuvernd skólamál í Háskólabíó. Ég getur fundið á persónuvernd.is. En næst, framátt, introduce yourself. Hello everyone. My name is Mats Rosenqvist. I will introduce myself briefly in a couple of minutes, but last night yesterday afternoon I arrived to Reykjavik and I went out into the city to enjoy airwaves. So I decided last night I'm going to start today's session with some jazz tunes and a video. So here it comes. Now there is a new way of giving feedback about what teachers love to do, teach. Bravo Lesson is an app, web and video solution to systematically make good teaching better and better and better. Today, 40% of teachers in the OECD have never taught alongside another teacher, observed another or received feedback. Philipsdal School District has been working with lesson observation since 2010. This has helped raise the share of pupils going on to further education from 85 to over 90%. Research shows that support and feedback to teachers about how they can improve their teaching are some of the most powerful tools to improve student outcomes. Bravo Lesson is designed for collaborative learning, for principals, mentors, supervisors and colleagues to conduct lesson observations and systematically provide clearer feedback to each other. Bravo Lesson works in all types of schools, for all types of education and teacher training. The observation template is completely adapted to how you want to work, no matter what language or the format, even if you use paper today. You can also choose from our library, for instance, templates from school inspection authorities, schools and district observation schedules. Or insert your own, or several different templates for different situations and various parts of your organisation. So how does it work? You can write comments during or after the lesson as a basis for a discussion and gather backgrounds based on what you experienced during the lesson according to the selected observation template. It provides documentation, reports and statistics for conversation or development at teacher, school and district level. Each teacher can also set their own goals to develop their own teaching. All observations and data are stored on a high-security web server. Bravo Lesson also includes a video feature for even more concrete feedback. Teachers can film lessons for self-evaluation or invite a colleague, mentor or principal who can provide time-stamped comments. A principal or any teaching staff can also share examples of best practice from different lessons. Bravo Lesson helps you take the next step in your development. Focus on better and better teaching.
Yeah, that was a quick introduction to what I will be talking about, and you could say that it's about what teachers love to do. And my background is that I started Infomentor in Sweden in 1999. So I've been working together with my ex-colleagues here in Iceland since 2007, when my company was merged with Mentor. And so I have, through the years, I've learned a bit, not all, but a bit about what education in Iceland is about. During 2016, I phased myself out of the daily routines and business in Mentor, and I've now started a new company called Successful Schools Sweden, and more about that in 1 minute. I just want to check how many of you here are teachers. Okay. How many of you are head teachers, principals? Okay. There might be someone that I missed out now, but that's a rough understanding for me who you are. Thank you. Next question is, how many of you have been involved in any lesson observation in the last week? A few. This term? A few. Last school year? A few. Yeah. Thanks. I started Successful Schools last year, and it's about thinking, working like successful schools, and the business is based on the theories and the research about successful school management. There's quite a lot of that in most countries, and I've been digging into that over the past 10 years, while I've also been primarily in Sweden consulting with municipalities and head teachers over in projects that have been like a year, or sometimes maybe 2 years, and in one case 3 years. And we've been working with how to improve the routines, to be focusing on how to deliver better and better results together with the kids. So that has been my focus over the past 10 years, and these are characteristics that you would be able to read about in just about any of those studies that are about successful schools. And you heard, I think this is no news to anyone. This is basically something that you hear over and over again. But then there is the dimension to actually make this happen in everyday school life. And that's the challenge. And one thing that is key to successful schools and to head teachers driving schools is focus on how to improve teaching. And that is about how to connect the results that we reach together with the kids with what is actually happening in the classroom. Last year in June, there was an article in the magazine The Economist, and the headline was How to Make a Good Teacher. And to start with, this article has the ambition to erase a myth. And there's a myth in most Western world countries when it comes to education and teaching. And the myth is that either you're born to be a good teacher, either you have it or you don't. But that is just a myth, because to become a really good teacher over time, you need, well, you can have better and less good dimensions to start with, but when it really is about to become a really good teacher, it's about having education as a base, and then it's about experiences, it's about training, feedback, experiences, training, feedback, and over time you'll be better and better and better. And this is about, well, we all know how important you are sitting here. In every country that's in all the debate about how to improve education, there's always the phrase and the focus that the key resource is teachers. Our teachers are the key to this. A man called Hanushek at the University of Stanford, he has been devoting 2 decades of his life into
how important teachers are, to look into that. And this is his conclusion about what teachers actually deliver. So if we have 100% of the teachers in the column to the left, the top 10 high-performing teachers, they deliver that amount of knowledge in a school year. And then we have the low-performing teachers, they deliver this much. So the thing here is to focus on the part here where it's this empty space here, because as we've all concluded, this is not about being born to be a good teacher, it's something we can improve together. So again, those figures that were in the video, 40% in the OECD have never visited another classroom. And we made a survey last year in Sweden and came to this conclusion. We had the research company Novus asking questions, and they actually concluded that it was 35% of the teachers who had been visited or had visitors in the classroom over the past 2 terms. A visit from the head teacher or principal, from a colleague, or from a consultant, someone who was there to give feedback. But when we asked more questions, it came out it was actually only 11% that had some form of organized feedback. So some people, some teachers, they had visitors in the classroom, but they didn't even bother to give them any feedback. So this is a huge area of, I would say that it's probably in the Western world, it's probably the biggest opportunity to, in a short, relatively short period of time, improve results in education. And in the video there was also this case from Filipstad, which is a small municipality in Sweden. They have been doing things that most municipalities have not done generally in Sweden. I don't know what you read about Swedish education and what's happening over in Sweden, but we have had results going the wrong way over the past decade or so. Not only when it comes to the PISA reports, but also the grades in year 9. And in Filipstad they've actually made a difference, because 7 years ago now, the head teachers got an assignment, and the assignment was to carry out 2 observations per week. So they were assigned to go out into the classrooms, and they were also trained in how to carry out coaching discussions with the teachers afterwards. And I think that was key to what they've been succeeding with. Okay, the first slide with the introduction to the film was about a systematic approach to improve teaching, and to be systematic is one angle of this, an important one. These are examples of observation templates, observation forms, whatever you would like to call them. And this is about basically agreeing together that we use these glasses, all of us, when we discuss how to improve what we're doing. So we move away from just having ideas and comments from my own personal view. It's about together discussing the same dimensions of good teaching. And we asked a man in the US, a man called Pittler, who is he specialized in lesson observations, and he has looked at observation templates from different countries, and his conclusion is that generally it's these areas that are in the different questions or lines in these observation templates. And leadership is one very important thing, and in Filipstad that was actually the first thing they focused on, the leadership. That was the sole focus for the first year.
I'm slow, I don't know. So I'm going to give you a quick tour into this tool called Bravo Lesson. And when you log in, it looks like this. And it's set up for this collaborative approach. Because another thing when it comes to improving, when it comes to personal development and professional development in education, is that top-down professional development has one type of effect, but Timperley in New Zealand, and then Timperley, she has concluded that when teachers are really involved in the training or in the professional development, that's where you get the most out of the things we do together. So the idea with this system is that each teacher has an account of his own or her own. But I'm actually logged in as a head teacher. The only difference is that when I hit this button here, where it says all observations, when I'm logged in as a head teacher, I will see all observations. But when I'm logged in as a teacher, I will see the ones that when I've been observed myself, or when I have been there to observe a colleague, nothing else. And now I press New Observation. And here I have all my colleagues. And today I choose Alan. And then here I have the assessment template for Icelandic schools. And this is something that is created by your Skolverket. What's the name of Skolverket? I can't even remember. You're laughing, so I guess you understand. And here you can have one, you can have two, you can have many observation templates for different situations, specific different levels of education. For instance, Kumla, a municipality in Sweden, they have 2 observation templates for play schools. They have 1 observation template for the activities going on after school in a primary school, and then they have 3 different ones for primary school. And one of those is about formative assessment specifically. So this is a demo, so I have plenty of different examples here. I'm going to use this one that we put in yesterday actually. Then I can write here, for instance, what this is specifically focusing on today. We're focusing on questions to the pupils, because that's something, one dimension of good teaching is how to actually address questions. It's today's date, and then I press Start. Okay, thank you. So I do it again. And now I write test and start. So here we can first put in things like school year and subjects, and then here we find the different areas that your Skolverket has been thinking about as different dimensions of good teaching. Has anyone seen this template in this form before? Some of you, yes? And what you can do here is you can, of course, then, based on what you see and experience in the lesson, you can mark these. And at the bottom, you can also write comments, because the important thing here is that this is, of course, something that should be a base for discussion afterwards. And that's the key. The discussion is the key, not the actual observation. Are you along with what this is? When I'm ready, I can save and I can publish. And when I publish again, it's not to all the teachers in my school, it's to the teacher who was actually observed here. And I press just close.
I go back here to the starting page, and here I find all staff. And I have two columns here, one with all the goals, so teachers, they can set their own individual goals about what they would like to improve with their teaching. And this is not that's something they keep for themselves, and it can be discussed and looked at together with, for instance, the principal at school. And here are the observations carried out, and this is a demo, so you can see that it's not absolutely correct. And of course, every teacher should be observed. It's not about some, it's about all. And then I go to Nina. And this is her work area. So she has a timeline, a video archive, her goals, and then it's about observations. So the timeline is basically an area where we can communicate about how to improve education or teaching. And the top here, this is Annalie, who is the head teacher at the school. She has shared a video as an example, as a good example or best practice of how to start a lesson. The video archive is where I can upload my own videos, and when it's there, I have full control. I'm the one deciding who I share this with. I can share it with one, a few, or all teachers. And it cannot be copied from here. It can just be erased by the teacher, him or herself. Then these are the individual goals. And here we have all the observations about Nina. And here we have a small video icon. And here we have a video to the left and a template to the right. So Nina can actually upload a video sequence and make a self-assessment of, let's say, the start of a lesson. And this means also that Nina can upload a video and ask a colleague to go in and look at this and give her feedback. And with these features here to the left, with these buttons, I can start the video, stop it, and add comments. And when Nina goes in to watch the video, she can actually see the comments coming up second by second as the video goes along. So that was basically it. There's one more thing though, and that is that over time, this is from the Swedish municipality of Kumla. They started a year and a half ago in a pre-study, and this is what you can get out. This is their 6 dimensions about formative assessment. So what they have now, they have data that they will over time be able to discuss. And when you've done this over 2 terms or 2 school years, you can get 8 columns or a graph showing what teaching looked like at this school or this municipality or this teacher last year. And now it looks like this. And when we have this type of data, the discussion about how to improve teaching goes from only individual level to how we do it. Research in Canada and the US is showing exactly that when we have this type of data to discuss, the collaborative dimension of discussing how to improve teaching takes another step upwards. So thanks for having the opportunity to present Bravo Lesson, and I think these are some of the benefits of this new product. When you leave today, just outside this room, before the doors, there is a chair with a small infographic about how to improve teaching. Thank you. Thank you, Mats, for that. Næst er það Vilborg
ég dró stuttu eldskiptuna, en við sjáum hvað gerist. Þetta er langur dagur, margir búnir að vera að kenna í morgun, en vonandi hafið smá úthald að þess vegna alltilega standa bara upp og aðeins að tegja úr sér sko. Metta, það þarf að stjórna því bara. Ef þið viljið, endilega. En það sem ég ætla að fara yfir með ykkur kannski ég byrja nú á að kynna mig. Ég heiti Vilborg Einarsdóttir, ég er meðstofnandi Mentors. Í dag svona kennslufræðilegu faglegu leiðtogi í fyrirtækinu. Þannig að það er mjög skemmtilegasta staða sem hægt að sinna. En ég ætla að fara yfir í dag, byrja á hæfnanámi, fara síðan yfir í Sókrates, yfir í nýtt greiningatól sem við erum að hanna og síðan yfir í Sókrates. Þetta er lagi á það. En það er búið að vera gaman að hlusta á þessa breytingarstræði í dag af því þeir passa mjög vel við það sem ég er að fara yfir og í rauninni get ég verið svolítið snöggt af því að það er búið að ræða svo margt, þannig að ég get verið snöggt með ræðum mínar. En það sem þetta snýst er þetta, við erum að huga að því hvaða hæfni þarf ungt fólk að búa yfir árið 2027 og það var gaman að sjá fyrirlesturnar Tryggva eittið og ég fekk þetta fullt af hugmyndum hvernig við getum þróað áfram mentorkerfi þannig að námsmatið komi bara út úr veggjunum þannig að það var gott að foreldrarnir voru í mentor en það er þetta sem við erum að horfa á þetta er það sem þetta snýst hæfni og framtíðina. Í dag eru mikla breytingar og ég ætla að fara snöggt í gegnum þetta að þetta er ekki bara Ísland, þetta er þetta allan heim og alla Evrópu verið að breyta námskrá yfir í hæfni og við þekkjum öll út af hverju, þetta snýst að geta skapa nýja þekkingu. En þetta kallar á meiri einstaklingsmiðun, þetta kallar á virksamskipti og síðan endurgjöf til nemenda til þess að þeir viti hvað þeir þurfa að gera til þess að ná aukinni hæfni. Við sáum náttúrulega frábæra fyrirlestur áðan þetta. Þeir þurfa að geta greint námsframvindu og fá skýra mynd af eigin námi og síðan þeir kennarinn hafi skýra mynd af stöðu nemandans. Og leiðsæknummatið skiptir grundvallarmáli. Mér finnst það líka svolítið akkur sem þarf að plægja meira að virkilega hvernig hægt að nýta leiðsæknummatið betur og ég veit að margir eru að gera þetta og mjög flott sem er að gera en þannig er líka möguleikinn til þess að gera betur. Það er í rauninni ekki lengur nóg eins og hefur komið fram í dag að einblína á þekkinguna að geta svara spurningum sem að byggja á þekkingu og minni að við þurfum að fara yfir í að búa til nýja þekkingu. Ég ætla aðeins að fara yfir í hæfninám og tengja það við Mastery Learning sem mörg ykkur þekkja og þetta tengist svo námskrán okkar, þetta tengist því sem við erum að gera. Hæfninám í rauninni hugtak sem við erum að setja fram. Þetta byggir á þess að dagnámsskóla, grunnskóla og síðan með samblanda kenningum Mastery Learning. Þannig að þetta er rauninni stærra eða viðameiri heldur en hæfni miðað sem við mikið tala þannig við erum aðeins að búa til hugtak til þess að auðvelda umfjöllun innleiðingu á hæfni miðuðu námi. Þetta er svona aðeins víðara samhengi. Inni í hæfninámi er að setja áherslu á leiðsagnamat, áherslu á sjálfsmat nemandans og þetta að nemandi náður grundvallarhæfni áður en haldið áfram sem tengist á mastery. Þannig að þetta er svona smá útvíkun á hugtakinu hæfni meðan nám. Og eins og við vorum að sjá í þessu fyrirlestum í dag að ná lágmarkshæfni
ef hann næri ekki þessa hæfni á hann að fá aðstöð, fá tækifæri til þess að ná hæfninni, tíma og önnur verkefni. Þannig að þetta var útskýrt mjög vel hérna fyrir í dag. En þetta kjarninn í master learning. Master learning tengist dýpri skilningi, sem sagt að ná djúpum skilninga viðfangsefninu og hafa þá hæfni til þess að yfirfæra þekkinguna og færni yfir á ný viðfangsefni. Mér finnst ósvöldlega gott að horfa á Bloom og flokkunarkerfið hans í þessu samhengi. Við erum gamlir, minn skóli alveg, það sem þegar ég var í skóla þá var mikið verið að leggja áherslu á muna og skilja. Við vorum að lesa efni og þurftum að svara, en aftur á móti þegar við komum ofar inn í flokkunarkerfið Bloom að leggja áherslu á að beita og greina, fá færnina, geta nýtt sér færnina í öðrum viðfangsefnum og síðan upp í það að meta og skapa. Og ef við skoðum þetta aðeins betur og þetta sé rosalega gott að hafa í huga þegar maður að búa til dæmis námsáætlanir, bara hvað ég að leggja áherslu á. Og ef við förum aðeins dýpra ofan í þetta, það mun og skilja, auðvitað þurfum við að halda áfram að leggja áherslu á það. Það er grundvöllurinn, þú þarft að geta skilið, þú þarft að geta þarf alveg að þjálfa minnið, en þetta snýst það bara að endurskrifa og kunna hugtök og reglur og flokka og svo framvegis vera saman. Á meðan að beita og greina, þannig erum komin yfir í færnina, þannig getur nemendur búið til í dæmi, þeir geta beitt þekkingunni, þetta orðið meira verklegt og síðan yfir að greina, geta skilið samhengi og skilið tengsl og brotið til merkjar, þetta er fallegt orð, en við þurfum raunin að hugsa enn lengra ef við hugsum til hvaða hægni við nefndist þurfa inn í nýju þjóðfélagi og þá erum við komin yfir í að skapa og meta að nefnd geti samfært aðra við skoðun á hlutum, geti spáð fyrir og síðan yfir í að finna nýja þekkingur og tengja saman og nýja leiðir. Þannig að ég veit að þið þekkið þetta, en þetta er alveg mér finnst þetta gott að horfa á þetta þegar það er verið að búa til áætlanir, erum við bara ennþá í mun og skilja eða hvaða verkefni er það sem taka á sköpuninni og matinu. Hvað segir þetta? Ef við höldum áfram, já, þetta er rauninni bara svolítið dramatísk glæða. En ef að nemendur næri ekki grundvallaratriðum í náminu, þá er náttúrulega þessi hætta á að hann bara rauninni ná ekki markmiðum sem er samkvæmt námskrá og jafnvel flosni upp námi. Þannig að þessi master í hugsun að virkilega þjálfa þangað til ekki fara bara í erfiðara námsefni, heldur virkilega ná þessum grundvallaratriðum. Í Bretlandi þá merkjaðu stundum, ég hef séð það í skólum, þá hæfniviðmið, þá merkjaðu sérstaklega svona grundvallar hæfniviðmið sem við ætlum að passa að allir nemandi nái. Af því að auðvitað eru mikið af viðmiðum, en þeir setja sérstaklega stjörnu á þessi viðmið sem að einbeita sér allir nemandi nái. Og ég finnst það svolítið góð hugmynd. En þetta var líka mynd sem að mér datt í hug áðan þegar í fyrirlestum áðan. Master í learning, við horfum þá og þessa normal kurvu sem er alveg hrikalegt að horfa á. Það sem er bara sagt að þetta sé bara náttúrulögmál og þetta er svona hefðbundin kennsla og námsmat með þessu normal kurvunni. Með því að leggja áherslu á master í learning og leysagnamat þá er hægt að sigra þessa normalkurvu, hún er ekkert náttúrulögmál. Þannig þetta sýna rannsóknir að það sem gerist ef að nemendur fá tækifæri til þess að ná hæfninni í staðinn fyrir að detta úr og
lenda í hérna D-inu og þetta er ekki hugsað frá íslenska einhverjum skalanum, þetta er bara tekið upp úr hérna og bók masterlögin, að þá hægt að færa þetta til, þannig að mun fleiri nái góðum árangri. Þetta datt mér hug þegar ég var að horfa á þig á hann. Það sem að gerast í þínu skóla, þau eru með þá tækifæri til þess að náastari hæfni og þá er þetta sem gerist. Já. Það sem við erum að leggja áherslu á í þróun mentors okkur þetta að styðja kennara og skólastjórnendur við það að innleiða hæfninám og þetta er búið að sína svo sem en að hafa þetta ljóst, hvar er það, hvar er nemandinn ekki búinn að ná hæfninni, hvar þarf hann að fá aukið tækifæri, meiri tíma, leiðbeiningu og hvernig hægt að vinna tölfræði í kerfinu, annars verður eftir þarna með hópanemendum og þú getur á einfaldan hátt náð einn tölfræði og sér hver staðan á hverju hæfniviðmiði. Og líka það sem að framkom hérna fyrir dag á hæfnikorti nemanda, að nemandinn sér hvað er hans status, hvað er það sem ég er ekki búinn að ná hæfninni eða mastera eitthvað svona út frá masterlögin. En þannig eru hæfnikortin alveg hérna grundvöllur fyrir skipulag og námsmat og með skýrum hæfnikortum þá kennarar skýra leiðir hvað á að kenna, hvað á að meta og hvernig á að meta hæfni nemanda. Þetta hefur verið mikil vinna að koma hæfnikortum inn í kerfið og skólar eru að leggja mikla vinnu í þetta en við erum að sjá gríðarlegan árangur núna á þessu skólaári og gaman að sjá hvernig þetta er að þróast. Það er orðið fyrirmyndar hæfnikort í mörgum skólum. Aðrir skólar eru ennþá að vinna hæfnikortin, en þau eru þessu grundvöllur til þess að það hafi skýra sín hvað á að gera. Mér finnst ég hrikalegt hljóð í mér, er það bara í hausnum að mér eða? Það er bara róið við niður. Við erum búin að vera bara inn í kerfin þar sem hver kennar er að sjá tölfræði. En við erum að færa okkur yfir það að skólastjórnendur, við byrjum alltaf á skólastjórnendum, í framhaldinu vantarlega þróum við það áfram þannig að kennari fái líka þessi yfirsýn, en að þeir fái stóru myndina á hver er staðan á námi í skólanum. Og ég ætla aðeins að sýna ykkur inn í þetta. Þetta er hugsunin þessi, hvað er að gerast í mínu skóla og þetta tengist allt hæfnikostunum, þar sem við byrjum. Þannig að það er til dæmis framvinda, sumir eru að nýta sér framvindu, aðrir gera framvindu öðruvísi þar sem varst með einhvern sem framvindu, en við erum að horfa á framvinduna, við erum að horfa á hæfni einhvern hvort hún sem er sem tákn eða sem bókstafur. Þannig að við erum að vinna tölfræði út frá þessu og við erum líka að vinna tölfræði út frá hæfni viðmiðum. Þannig að þú sjáir ekki bara hver staðan á nemandanum, eins og Bryndís var að sýna, eða á bekknum, eins og ég sýndi hérna áðan, heldur rauninni á árgangnum. Geta skoðað út frá árgangnum eða árgöngum og það er það sem við erum að vinna í núna. Við erum líka, margir eru að setja inn lesfimi viðmið frá Menntamálastofnun inn í kerfið hjá okkur og það er mjög áhugavert að sjá tölfræði út frá lesfimi viðmiðunum. Þannig að ég ætla að sýna ykkur aðeins inn í þetta kerfi. Þetta er sérkerfi, þetta er ekki hluti af mentorkerfinu. Þetta er að nýta okkur Microsoft Power BI. Það er svona verkfæri, þannig að við erum ekki að þróa það en aftur á móti erum við að búa til skýrslurnar að inni og ná í gögnin. Þannig að þetta lítur öðru út þetta mentorkerfi. Hérna dæmi, hér sjáum við lesfimi viðmið. Þið þekkið þetta undir viðmið 1, viðmið 2 og viðmið 3 og þannig erum við að sjá fyrsta bekkin, annar bekkin, árgang, fyrsti árgangur, annar, 3, 4, 5, 7, 9 og 10. Við erum með demo og gögn og þetta kannski lítur svolítið endalega út en ég vona að þið áttu ykkur á hvað þið eru að sjá.
Þannig heildar yfirsýn yfir skólann, hvar standa nemendur í lestri á þessu tíma. Og það þetta hvíta grátt, þetta ekki besti skjáarsvið í heimi, þannig að þetta hvíta á að vera grátt, það yngri viðmiði. Þannig að þarna sjáum við bara út frá prósentu, það líka hægt að skoða þetta út frá hvað mörg möt að baki og í töfluformi. Þannig að þetta mörg mötin að baki og síðan hvað margir yfir í töflu. Við líka að skoða þetta út frá hæfni einhvern, bara samanburðarskýrslur. Hérna sjáum við samanburð milli anna. Þarna ég með voruna haustum, ég bara sjá hvað gerist á milli anna. Og þarna við með einhvern veginn A, B, C eða A til D sem sagt. Þarna get ég alveg valið, ég get valið 10. bekkinn, ég get valið 9. bekkinn, ég get valið fag, þannig ég valið fag og svo framvegis, þannig bara mismunandi hvað. Ég get alltaf farið og breytum mismunandi gögn. Hérna sjáum við líka samanburð milli ára. Þetta getur verið áhugavert. Hvernig var 10. bekkurinn í fyrra og hitt í fyrra og hvernig hann kom út núna. Að sjá, geta borið saman. Ég veit ekki hvort þið sjáu þetta, þetta er svolítið ógreinlegt. Náðu þess ekki nokkurn veginn, það að sína. Og síðan getum við líka farið að leið á dýptina, við getum skoða hvaða viðmið eru flestir nemendur sem að ströggla við til dæmis og við getum líka skoða námskrána. Hérna ég að skoða námskrána í íslensku fyrir 5. til 7. bekk og þá ég að horfa á allan árganginn. Ég get verið að til dæmis þetta get verið 7. bekkurinn og þá sé ég hvernig stenda hæfniviðmið inn í mismunandi svæðum í námskráni. Ef þetta verið stærðfræði, þannig getum við að sé hvernig kemur algebran út með prósentureikningin. Þetta er ekki eitthvað sem að þið gætið nýtt ykkur. Sumir kinga kolli. Það er gott að heyra, ég ætla að fá aðeins, þetta er að sína þetta fyrst þessi opinberlega. Heyrðu, þetta var minn sýn. Það er náttúrulega, við erum að þróa þetta og vonandi komum þessu út bara fljótlega á 9 ári. En þetta er alltaf miklu möguleikar. Það er miklu möguleikar að sjá hvað er að gerast. Nú ætla ég að aðeins að sýna ykkur inn á Sókrates, ég skal vera fljót. Við erum í rauninni núna að setja í lofti nýjan vef sem við kallum Sókrates og hann snýr að mati að sjálfsmati skóla. Við erum að vinna í sjálfsmati nemenda en við erum líka að vinna í sjálfsmati skóla. Þannig að skóla getur metið sig og þá er ég að tala skólastjórnir og kennari geta líka tekið þátt í þessu. Það sem við að horfa á inn í Sókrates skipulag náms, hvað námskráin, hvað stendur námskráinnan. Þarna verið að hafa kennslu, samskipti og samvinnu og síðan námsmatið og yfir í innsýn og greiningu og forysta. Sókrates, og þegar ég ekki geta að lesa þetta, ég bara sýn ykkur aðeins hvað þetta kemur. Við byggjum Sókrates á þessari matrixu, þar sem við erum með lýsingu á hvernig eru svona hefðbundnir skólar, yfir í skólar í þróun og síðan leiðandi skóla sem eru búnir að innleiða hæfni með nám. Og það byggir á þessari matrixu. Þetta er í rauninni leið okkar framtíð sem við erum að þróa kerfið til þess að hjálpa skólum að verða leiðandi skólar á sviði hæfnilegs náms. Og þetta gerum við líka fyrir skóla í Svíþjóð, við gerum það setjum við í Svíþjóð og líka í Bretlandi og reyndar í Þýskalandi líka. Þannig að þetta er ekki bara úr íslensku aðnámskránni, heldur er þetta hort á stærri samhengi. Við tókum þessa matrisu niður og bjöggum til svona verkfæri sem inn á vefsíðunni Sókrates með 2 S-um. Við megum ekki eiga Sókrates, við megum eiga Sókrates.
.com og /Ísland og þarna getið þið farið bara í að byrja Sókrates og þá með því að fylla út vegandi upplýsingar. Þið getið farið inn og gerst meta skóla sem einstaklingur. Það er líka hægt að meta skólinn sem teymi, sem dæmi að yngri barnakennarar í einhverjum skóla geta farið saman og metið og sé þá hvernig mismunandi svörin eru, eða allur skólinn, eða hvernig sem er. En þá þarf að fá lykilorð hjá okkur. Ég ætla að sýna ykkur inn hvernig ég fer inn sem einstaklingur. Þarna fer ég síðan að svara spurningum, varðandi skipulag, varðandi kennslu, námsmót og greiningu og í rauninni er ég bara að svara bara hvar er skólinn staddur. Síðan er það náttúrulega ykkar, það að hugsa ykkur sjálf eða hugsa skólan eða og svo framvegis, en aðalatrið er að vera svona að hugsa fyrir hvað er ég að svara og svo að svara einlægt. Því að maður getur náttúrulega alveg látið þetta ljúga að sér, ef maður segir bara mjög sammála í öllu og en það skiptir máli að hugsa hvað erum við raun og veru. Þannig getur svara bara er ég ósammála saman í hluta eða hvað og svona fer ég í gegnum þessar spurningar, kemur leiður áfram, hvar eru stödd í þessu og svo framvegis. Ég ætla ekki að fara í gegnum þetta eru margar spurningar að gefa sér góðan tíma til að svara þessu og í lokin þá kemur út svona niðurstaða þar sem að greiningin er varpað fram á myndrænan hátt í svona köngulóa vef og þá sjáum við hvað skólinn með við hvernig þið svarið spurningunum staddur á þessu skólabraut. Og þar síðan er þetta frá frekari upplýsingar með því að smella á uppbygging námskrá, hvað þýðir það? Ef ég smelli þar á, þá er aðeins verið að segja frá þessari vegferð frá því að vera hefðbundin skóli yfir í að vera búin að útfara námskrána, búa til námsnotur og námsverkefni og verkefni og tengja við og svo framvegis. Inn í Sókrates er líka faglegt efni, þið getur opnað valmynd upp í horninu og þarna eru kaflar með faglegu efni eins og rannsóknir sem á bakvið eða við að sjáum hvaðan þetta kemur. Af hverju setjum við þetta upp svona, við erum með skilgreiningu á hugtökinu hæfninám og síðan að sýna hvernig mentorkerfið styður við hæfninám. Þannig að að gera bara og skoða þessa kafla og það er, ef við sjáum svona blátt hérna þá er hægt að þá er hægt að smella á og opna. Áðan var Bryndís að nota símann minn og þá kom upp tilkynning á símann. Einhver sá það og það stóð eitthvað congratulation en það var verið að tilnefna okkur í 4. sinn til Beckett-verðlaunanna. Það var svolítið gaman að það. Ég sagði þetta fyrir það í fyrra ætlum að vinna en það er allt þetta fermt, er það ekki? Hún vinnur við Beckett-verðlaunina. Við hefum búin að vera tilnefnd 4 sinnum en þetta er samt gríðarlega mikið heiður. Já, þannig þetta er svona, ef þið farið inn ef skólinn ákveður að nýta sér Sókrates, þá þarf bara að fá lykilorð hjá okkur og síðan fara kennarar inn og svara og þá getur skólastjórnandi fengið svona greiningu af því að það er svolítið gaman að skoða af hverju er þetta þín upplifun og þá er hægt að sjá bara hvað, og það er nafnlaust þessar greiningin og þá er hægt að skoða svona dreifast svörin. Þannig að að gera nýta þetta kannski á inn í gæðastarf skólans. Við erum ekki að selja Sókrates, þetta er bara opið fyrir ykkur að nota. Þið getur líka prófað, það eru blöðarna uppi sem er að útskýra aðeins nánar. Þið getur líka prófa sænskunni ykkar og fara inn á sænska Sókrates. Þannig að hans öðruvísi uppbyggður af því að bara staðan í námi er aðeins öðruvísi Svíþjóð eða þá breska Sókrates. Það er líka annað efni þar inni.
Þannig að ég bara vona að þetta nýtist ykkur og ég fari hérna á hraðferð í gegnum þetta, en bara endilega prófa og sjá og hérna og mjög væntum að þið myndi segja okkur frá hvernig eitthvað sem við getum lagt eða eitthvað sem við sjáum sem að hérna ekki svo að vera. En já, þetta fræðin sem þetta byggir á. Þetta var það sem ég ætlaði að sýna ykkur, en ég rosalega bara ég glöð að sjá ykkur eftir hérna, gaman að sjá þetta mætingu og mér langar að þakka fyrirlesurum kærlega fyrir og Gunnur, takk fyrir hérna stjórnuna. Ætlar þú að segja eitthvað? Nei, þú ætlar ekki að segja eitthvað. Heyrðu, þá bara hérna förum út í daginn, ég fer á Airwaves. Þannig að það ekki spurning, það ríkilega skemmtilegt, ég hvet ykkur til það. Annars bara takk kærlega fyrir þetta.